Góða kvöldið, kæru áhorfendur og velkomin enn og aftur í Kia-deildinni. Ég heiti Ásgeir og með mér í kvöld er hann Siggo. Hvað segirðu gott? Ég er að kafna úr spennu. Já, þetta er að fara að vera spennandi viðuregnina þar sem við erum að fara að sjá whisky á móti What About Me og þetta eru skemmtilega lið, við erum að sjá whisky ansi oft og erum við búin að þekkja þau. Seinast þegar þú varst með mér þá vorum við að horfa á whisky sem sagt í showmatchinu í Skjálfta. Já, þú buðum mér fyrir mjög mikið þar og ég er með háar kröfur þá í kvöld, aftur. Já, ég er alveg mjög spenntur að sjá líka bara hvernig drafti verður þar sem þetta er að fara að vera VAM á móti þeim, What About Me, sem eru búin að vera með skemmtilegustu hetjunar og hvert er fara, eins og þessi skemmtilegi shake og support sem ég hef talað endalaust um. Það er rosa gaman að koma inn og undirbúa sig og skoða, já, ok, hérna eru pikkin, þetta er svona pikka og whisky eru með svona, kannski styttri lista, meira svona traditional focus og svo kíkir maður á VM og það er bara við erum að spila hvern einasta tjampi í leiknum. Það er bara fyrirlegs draft út alla deildina bara. Já, var ekki annan Sarsador sem er ekki búin að spila sama champin nema... Mér sýndist það ákvæmlega. Hann er á góðri leið hérna. Já, fyrirlegs sem mun ekki hræða hann. En kannski að við kíkjum aðeins yfir bracket sem eru tilbúin hérna handtökur, séð svolítið hvernig þetta er. Sáum seinast að ATD og Cool Beans, þar sem Cool Beans vann ATD og þar á móti á sama tíma var spilað Dusty Erm, þar sem Dusty vann 2-0 líka og það er ekkert mjög close hérna í þessum kortes núna eins og er. En það mun kannski breytast eftir þessa tvær viðureignir sem eru hérna í kvöld. Já, og whisky tæknilega séð, má segja, sterkara lið, allavega trónu ofar í deildinni eftir þetta. Þeir eru búnir, þeir töpuðu sem sagt held ég bara 2 leikjum í deildinni, þar sem það var á móti Fenrir og svo Dusty. Eru samt sem áður, bara ótrúlega sterkir ennþá. Við kannski kíkjum aðeins yfir liðin svo, Team Rosters hérna, sjáum hverjir er að spila hérna hjá whisky. Þetta er að fara að vera Baunadós, Catmaniac, Siggin Vaff 2, Mjauki og Necrophagist. Þetta er sem sagt öðruvís heldur en seinastu viðureign sem við sáum hjá þeim, þar sem Necrophagist var ekki að spila með, en núna er hún komin aftur hérna inn í rosterin. Já, ég er sammála. Já, sammála. Ég fíla þetta botlein frekar. Í viðureignin sem við sáum það voru þeir á móti Dusty þar sem, Ægin sem kom að það inn spilaði bara mjög vel en af hverju laga eitthvað þegar það virkar eins og með Mjauki og Necrophagistina í botnagrenninni. Og ég sagði líka við mér langar að sjá seri spila í kvöld og hérna verður mér mögulega boðið upp á það. Já, Mjauki náttúrulega, ef það er ekki bannað seri á honum, þá er hann líklegast að fara að taka seri. Þau eru að hlusta á mig, þau vita, þau myndi ekki gera mér það. Ég vil fá að sjá 1 seri leiku kvöld, takk. Já, það hlýtur að vera VAM getur hérna verið góðir hérna við þig í kvöld. En kíkjum aðeins kannski á VAM. Þetta eru Redside Hater, Goon, Sarsador og Red Umbrella og svo Sosa í supportina. En í raun þá höfum við eiginlega ekkert hugmynd hvert þeir eru að fara. Vanalega er það Sosa support allavega, en þetta getur svolítið verið að flöktra á milli. Þeir spila allir öll þessi ról. Það eru nokkru menn þarna sem að ég læri fyrir löngu að gefast upp á spá nokkuð í spila með þá. Af því að maður horfði á draftið og hugsaði, hvað eru þeir að gera? Hvert er Garðar að fara? Já, ok, og hann ætla að kynna mig fyrir einhverjum nýjum jungli sem ég aldrei séð áður og hann ætla að rústa á honum Þannig að núna er ég bara, ég horf á þetta line-upina og hugsa, já, ég er bara go with the flow. Jó. Og sjáum bara hvað gerist. Þetta verður skemmtilegt. Sjá hvert er faráslis. Í seinustu viðureign, þá var það einmitt whisky sem vann á móti What About Me, en samkvæmt bara tölunum hérna á KTM-num, þá virðist leikurinn hafa verið mjög jafn.
og ég að vonast eftir frekar jöfnum leik líka hérna. Já, alltaf sem við viljum fá 3 leiki og við viljum hafa þetta svona pínu, svona fútt í þessu, þannig að maður er farin að fá hjartsláttin á 3050 mínútu, kannski. Það verður allavega, maður getur vonað og ég held að við fáum örugglega þannig leik. Þeir eru allir að fara á jafnir held ég, það er ekkert að fara að vera eitthvað bara eitt lið að rúlla yfir annað, vonandi, en eins og hvernig þessi lið hafa verið að spila, þá býst ég við eitthvað svona alveg ágætlega lengri leikjum kannski, svona 30-40 mínútur. Það er líka þessi risapatt sem ég vona að hafa komið í dag. Hristur upp í öllri metunni, Dóra snörfað, engi veit hvernig á að leina lengur. Eða ekki, kemur ljós. En við ætlum bara að hoppa þá beirustu leiðina inn í draftið sýnist mér. Það sem við erum með VAM hérna Redside. Og já, mér sýnist að vera skemmtilega buggað hérna. Þar sem við sjáum ekki hvað fyrsta bannið var. Þetta er sem sagt Whiskey að banna Shaco og VAM að banna Lulu, sem meikar sense. Necrophagist hefur verið mjög sterk á Lulu og líka bara óþægilegur champion. Ég heyrði ekki alveg hvað þetta var, þetta bann. En Heimerdinger. Og já, vonandi fá að sjá eitt bann hérna. Annars er þetta bara útsending. Já, við getum lýst hvað gerist hérna. En við erum allan með Shaco og Heimer tekið í burtu af VAM. Og kannski fá að sjá hérna seinasta bannið. En hefur það verið dálítið málið í deildinni að það vera fókus á sósu snemma? Já, ég veit enginn hvernig á að spila móti Shaco og Heimerdinger og einhverju svona. Svo þetta er bara tekið í burtu til að þetta er ekki vandamál. Nei, J4! Þetta er spennandi pick. Maður sér þetta aldrei. Nei. En bönnin koma hérna. Shaco, Heimer og Wukong. Wukong er hinn junglerinn sem er spilaður. Whiskey sem sagt bannar hann út og tekur hinn junglerinn. Og svo erum við með Lulu, Milio og Nami. Allt targetina á botna agreinina hjá Whiskey í bönnunum. Já, gaman að nefna að J4 með 73,2% pick ban ratio. Já. Upp þessu allavega. Það passar og Wukong er svolítið snöggluð eftir. Hérna erum við að sjá Jin pickað hérna upp hjá þeim og snemmt Sion pick. Er það verið að rífa þetta hérna af baunadósinni? Já, ég held það. Hann er búin að spamma Sionin heldur sem er 5 leiki undir beltinu og þá er þetta svona tæknilega sér bann ef að menn treystar sér í að spila Sion. Já, þetta er raun sérstaklega með þetta fearless þá er Sion núna bara farin úr og tekur Dr. Mundo inn í það. Það var Dr. Mundo nerf í dag. Já, hann kannski las ekki hérna patch notes. Og Dora Shield nerf og Second Wind nerf. Úff. Þetta verður erfitt að lifa af Sionin. Hann getur jafnvel farið AD Sion og bara rúllar yfir hennan læknir. En við erum að sjá hérna mjög ekki seri pick í dag. Hún kemur. Hún kemur. Sjáum allan að Kai'Su, en það getur svona valdið í að núna getur VAM bara tekið út meiri supporta. Já, Við fáum kannski að sjá á eftir þegar þetta hættir að stríða okkur. Ég pínu að lyfta augnabrónum yfir Jin-pickinu, það komið Mundo inn í á móti, 2 tanki gær. Já. Það er kannski eitthvað mikið meira tankir sem getur komið. Nefnum að ætla að bjóða okkur bá Galio mitt. En Jin er kannski ekki frægur fyrir að ná að drepa tankar hratt. Nei, alls ekki. Og er þetta að fara að vera svolítið erfitt handunum hérna nema kannski að VAM tekur upp eitthvað svona sem getur aðeins rettað meira. Við erum svo að fara að sjá Nocturne og Jannaban sem Whiskey var sem sagt að gera og Akali og Kianaban hafa verið að targeta Siggin. Hann er held ég aldrei búinn að fá að spila Akali Kiana á streaminu. Mjög dektur á þessum hetjum. En við sjáum Tröndul til að einmitt targeta þessa stóru skriðdreka hérna. Allavega myndi ég búast við því. Ég er sem sagt að fara hérna á móti Jarvan í frumskóginum. Og hefðu þið þá bara rótirað Sigganum upp á topp á Akali með Ori á miðjunni? Er það búið að pikka Ori þegar Akali er bönnuð?
Já, nei, þeir Akali sem sagt já, Er ég að lesa villist þetta? Akali hjá VAM og þeir Viski ekki búin að taka miðina. Já. Þeir voru að taka hana núna Ég kann að lesa í það. Já. Við sjáum svo Sindra og Brám. Þetta mjög skeri að þeir tóku ekki Brám í burtu frá einmitt Necrophagist sem mjög sterkur Brám-spilari. Kæsa Brám, þetta bara mjög þægilegt og þeir með fínasta tímkompi hérna. Þarna kemur eitthvað skrítið. Þetta hættulegt í botnagreininni. Nico Jin, myndið þú vilja spila inn í þetta? Mér finnst þetta svo leiðilegt því að þetta tekur svo mikið af processing power hjá þér. Já. Af því nú þarf þetta að vera nú komið minigame, þú ert að telja minions og það ekki gaman. Nei, langt frá því. Svo allt í einu labbar blúpa að finna í leinið þitt og kannski veist ekki alveg hvað í gangi. Alltaf á móti þá erum við með Kæsa og Brám passiv elskundunar sem að þessi Nico stígur fram til að reyna að rassa og kannski hittir ekki rútunni sinni og svo fær hún Bromkú í smetti og dauð. Nákvæmlega. Það kannski gæti gerst allavega. Það alltaf spicy. Þetta getur farið þetta verður áhugavert botlane. Já, ég hugsa það líka að VAM getur svolítið snjóbolta þetta þar sem ef Nico hittir eða Jin hittir, þá ertu ekki að vera að hreyfa í bara einhverja 5 sekúndur. Hvernig það í deildinni með J4? Hefur hann verið að fara í klipsið yfir í meira bara, meira AD? Ég held hann hefur kannski verið að bilda eins og Sönder eða eitthvað þannig og oftast, hann ekkert einhver damage dealer myndi ég segja, hann aðalega til að gera svona, ná einhverjum pikkum, hann svolítið þar. Þeir alltaf bara að spila þannig að þeir að reyna að ná einhverjum. J4 hefur verið utilized svolítið í þá áttina sko. En mjög sterkur allt í allt, það alltaf verið að taka hann fyrir líka teamfighting, bara últið og fínt svona vel svona early snowballi með ykkur skemmtilegu gengi. Já, klárlega, og mér langar að sjá það í leiknum. Ég fíla tröndurpikki held ég. Já. Það hjálpar með að bræða þessa tanks. Já. Gefur alltaf séns á því. En þeir verða alltaf 2 mjög þykkir og 1 svona hálfþykkur. Ég að segja að ef Sion bara fer í lethality og þannig, þá mun þetta vera ekkert mál held ég. Mun ekki einu sinni fá 1 item. Eða hvað. Við allavega erum að fara að fá áhöfnan leik eins og en upp á svona teamfighting þá eru bæði liðin með alveg frekar stór últ. Alveg við erum með eins og Ori og Nico-eltið sem að fara að vera mjög gott svona setup, teimisbardögunum. Sama með Viski, erum með Brömin, það eitthvað svona knock-up og J4-in. En við erum ekkert með eitthvað trill vomba kombo með boltanum, en þú veist, það Sion þarna sem getur svo sem hlaupið inn. Já, Sion últið. Það getur verið erfiðar í kantinum að ná því. Sion kemur eitthvað hlaupandi inn og Ori eitthvað að reyna að henda boltanum á. Flestir bara lappi burtu frá Sion. Hann nú ekki nógu hraður oft. Nei, ætlum við að fá hann bás Sioninn. Ég vona það. 0-10. Ég sé ekki Sion leiki hjá honum í deildin hingað til. Þannig að kannski það er fínt að þess að afsökun að geta sagt eftir á, nei, ég var bara ekki þess að bás. Já, það gott. Ég viljandi 0-10. Ég hugsa svona með að við bara þannig sem playstalið hjá liðinu, þá ég að búast við einhverju þannig. Kannski ekki hann að fara að deyja og ekki slá oft bara að því bara, en hann kannski að fara að vera pirrandi, held ég. En við erum að fara að detta bara inn í leik eins og og fá að sjá Rúns og svona. Face Rush Sion. Það er alltaf skemmtilega við Mundo að hann the great stat check, eins og maður segir í Ilhira. Já. Ef þú stoppar hann ekki af, þá eru mjög fáið champions skala skemmtilega vel að hann. Það svona spurning hverju getur stand. Við erum komin að vaga, það smá tæknilega röruleika með hljóðið í leiknum, við vorum ekki að heyra hljóð, en
Við sáum samt, allir voru með Doran's items. Það er enginn að prófa eitthvað nýtt. Ekki í bókstart eða eitthvað í miðinni. Kannski er þetta ennþá jafn gott eins og áður. En kannski myndi að fara aðeins öðruvísi svona eins og hjá þessu Mundo. Það er svolítið erfitt að, Mundo er ekkert sterkastur í fyrsta levelunum. Þú þarft að spila hann svo agað early ef þú vilt ekki bara skítapa. En hérna erum við kannski að koma inn í leikinn. Hann er frosinn. Ég er komin tilbaka. Já, ég elska þegar við erum með svona skemmtilega örfileika í stúdíónu. Þetta er svona League of Legends er ekki með besta spectator kerfi. Þetta er lítið strögglandi fyrirtæki. Já, mikið rétt. Og við erum komin hérna inn í leikinn. Ég heyri ekki hljóð. Ég meina, hversu mörg ár tók Riot Games að gefa okkur replay-kerfi? Munum eftir gömlu döguna þegar maður var svona geðið sköft leið og einhver þriðparti laust til að gera það? Já, það tók þá allavega svolítið tíma. Hvað voru leikið ekki að replay-kerfi eru Valorant? En þetta er alltaf bara lítið sætt fyrirtæki. Já, þeir eru nú ekki það marga leiki held ég. En við erum loksins sýnist mér inn í leiknum og erum við að sjá frekar svona standard, bara allir eru Þú ert of fljótur á þér. Já, ég var einmitt að fara að drekka. Það var of gaman að hlusta á okkur. Já, ég ætlaði einmitt að fara að drekka Red Bull en býð með það fyrst að sérst ég veit ekki að Já, skemmtilegt. Við erum allavega búin að sjá það gerðist ekkert í byrjun. Skósennir eru byrjaðar að flæða inn í agreinarnar og við erum líklegast að fara bara vonandi sjá fyrir eitthvað standardleik. Það er líklegast einhver hasar eitthvað snemma, myndi ég hugsa. Við sáum akkurat Dimarcian Standard fljúa hann út frá J4. Já? Já, hann er mættur standardinn. Það er gott. Ég er mættur hérna til að segja merkilega hluti. Já, þetta er svona vil ég búast við að þér. Maður hefur gaman að þessu. Við getum... Ég heyri leiknum. Höldum væntinguna niðri. Já, ég heyri leiknum, ég sé hann ekki. Býttu. Væntinguna niðri. Ég heyri honum og leikurinn er byrjaður. Við fengum thumbs up. Alright. Loksins. Þetta var skemmtileg byrjun hérna en við erum að fara detta inn í leikinn. Erum ekki að sjá mjög mikið eins og er. Bara svona róleheiti hérna. Eitthvað verið að pota í hvorn annan hérna. Já, sama gamla berjast hann á level 2 og melee supportinn fær að finna fyrir það með hann. Skemmtilegt. Potina frá Sósu. Ekki gott þegar Sósa er að pota hérna. Nei, maður það bara sína líka virðingu fyrir þessu dúoi hérna snemma. Það er svo lítið hægt að gera, þú getur ekkert matsa skaða sem kemur út frá þessu. Nefnum ef að Red Bull og Sósa gerir eitthvað svakaleg mistök. Og sjáu þið, þetta kemur þetta færið ekki að hreyfa þig. Þetta er ekki flókin nefnilega, kemur úti frá Sósu, þá kemur úti frá Red Bull og búm, þú ert allir búin að missa næst í allt lífið þitt. Það er gaman að vera til. Það er svo sannarlega. Og þeir eru bara að henda þessum skósunum beint hérna undir turnin eins og hér. Þeir eru að fara að vera hérna líklegast að dúsa meiri hluta af byrjun leiks. Og ég sá ekki inn í byrjun hvort þeir spottu hvað J4 var en væntanlega vita að hann ætti þá að vera að koma í heimsókn eftir cirka hálfa mínútu. Já. Vortið mættu til að spotta það. Þeir vilja alls ekki, þú veist, að early gank botlane sem að leiðir að killunum kannski fyrir Mjaki, það væri hrikalega í byrjun á leiðinu. Þeir vilja geta haldið þessari bullistöðu áfram. Já, alveg sannlega ekki gott þegar Catmaniac hérna kemur inn. Hann Gún er hérna samt líka kominn botn megin. Vá, sjá hann að skaða. Sarsador er tekinn hættulega niður. Já, Orianna með eina stóra kúlu, Sindra með margar kúlur. Hann kemur Catmaniac. Er núna að berjast við Gún, er ekki að fara að vinna þann bardaga. Siggi sem kominn hérna til að hjálpa. Ekki að fara að vera nóg. Það er ekki margir sem vilt, Siggi með flast þar notað líka. Gún heldur þetta áfram, hann kemur að Red Umbrella með tvöfald vaf. Gæti að vera Siggi 2, er tekið niður. Catmaniac flaggar í burtu. Þetta er bara svolítið
Hvað segir maður? Einfalt. Já, einfalt. Það var ekki svona, kannski mjög flott hjá honum Kat Maniac hérna að vera náður og Siggi hoppar svolítið fyrir skotið hana og tekur dauðan. Já, hann hugsar hann að sé með præja á miðjunni en gleymir kannski hvað Tröndul er ógeðslega sterkur öli. Vinnur eiginlega bara allt. Já, þetta er mjög gott hérna, svona allavega counter í þessum svona skörmis hérna byrjun leiks. Eða bardagum. En það kemur fjarflutningurinn frá Sarsador, mættur í miðjuagrinn. Hefur það ágætlega þægilegt eins og er. Réttanblega. Það verið það núna að íta þeim hérna undir turnin. Þeir fá hérna að fara tilbaka bara frekar frítt. Og það er svo mikilvægt fyrir Kæsuna að komast upp í sig Wolves sem fyrst. Þessar þróanir, já. Þróanir. Sem fyrst að ná þessum mikilvæg spikes. Og fyrir Jin meira, hann bylgir smá lethality og svo hærklikkaði. Já. Hann er komið eitt sverð hérna í vasan og ásamt flottum skóm. Hann Jin. En það er að sjá sann sko bara Redside heitir svolítið að leggja nýjaldi. Sjá hann að skaða. Með últ, hann getur drippið Bönundós hérna. Fínasta dæfi þetta hjá Redside heitir. Já, fín dífa. Einmitt sem ég held að myndi gerast hérna. Þetta er ekki flókið og verður ekki náttúrulega mikið skemmtilegra núna á topplane. Bönundósin, Mundo og Struggle Early. Það mun þá taka tíma eða aðstoð fyrir hann að ná sér að strik. Þar til við fáum að sjá hérna Alois Mundoinn. Já. Það mun taka sinn tíma. Núna komið með belti og hvað sem þetta heitir, perla eða eitthvað. En sjáðu, Redside heitir það með 2 belti. Já, það er meiri belti vinna. Ég er líklegast að fara bara beinustu leið í hardstíl þá, ekki lethality sem ég vildi sjá. En hann Bergur er tekið niður hérna af Goon. Þægilegur dreki. Einfalt gang. Siggi er ekki með flass núna. Kat Maniac komið til að reyna að bjarga hérna. Er núna undir turninum að Goon og hann tekið niður Kat Maniac með fínasta counter hérna. Er ég með fyrir counter í bókinni minni? Ég veit það ekki. Krókur á móti bragði. Krókur á móti bragði. Já, sérstaklega var nú búinn að nota útlið sitt þarna á leininu áður þannig að þau höfðu ekki þetta loka högg til að klára þetta. Þannig að jafnasleikur. Nema kannski að botlein. Já, Mjauki og Necrophagist eru nú virkilega að finna fyrir því. Og þeir vita hvað Kat Maniac er, þeir vita að þeir komast upp með þetta. Núna geta þeir bara verið með fótinn hérna á pedalnum. Og þetta þarna Jin að labba með 4 skotið sitt að hóta og þú þarf bara að bakka og horfa á minnunum þín að deyja. Hvert fór, já hann er... Hvar er Nico? Ég var einmitt að hugsa að Sosa bara hvarf og ég vissi ekki hvar hann fór. Og hann ætlar aftur að verða minion. Þetta er svo gaman. Necrophagist er orðin hættulega low hérna. Mjauki líka hérna, tekur risa skaða. Ég ætla að gefa það, þeir eru að halda ágætlega í hérna farmið. Lassi hérna. En þeir munu þurfa að fara að bakka núna. Hann kemur últið. Þetta er bara komið últ. Þeir þurfa bara að hörfa enn meir í burtu hérna. Þeir eru bara að komast í burtu. Þeir þurfa að bakka, þeir eru seinir heim, þeir missa kannunni, þeir missa veifið og annar plate yfir á YM. Já. Þetta er beautiful byrjun hérna fyrir þá. Sjáum samt Kat Maniac hérna aðeins að reyna að gera eitthvað hérna topp agrina megin, taka maðkana. Nær því held ég bara án þess að ekkert er gert. Aðeins að fá einhvað tilbaka eftir að Bergur var tekinn hérna niður. Já, Sassu og Goon er að mæta. Þetta gerist svo oft að 2 fara yfir til 1 lið og svo kemur hitt lið og tekur 1 maðk. Þarna var þetta eins og þetta var bara ætlunin. Það ætlaði bara að taka 2. Það er það sem að segja sjálfsagt þegar maður hleypur í burtu. Já. Þegar 2 eru klárlega meira en 1. Já. Og þeir unnu þetta. Þeir fengu allavega fyrir hildardáða stígin eða Feat of Warfare stígin. Þá fengu þeir allavega objective held ég.
En það verður fjörut að sjá hérna í midgameinu með þessa Nico, það gæti verið að hún verið dálítið stór í að byrja fætana með því að ná að læðast inn, fólk gleymdi að tella minions og allir nýttur út af þér, þá kemur shockwaveið og eitt stór þykkur sæin og tjartja þig og þá er það bara að springa, þú kunum missa dregan eða baron jafnvel. Nú er eitthvað svona verðist hérna Sosa er svolítið líkill maður hérna ef hann ætlar að reyna að setja upp einhverja barda í hag VAM. En meina ég mættur. Sjáum samt að hann Gún er hérna. Er þetta 3v3 sem að Whiskey vinna? Ég veit ekki með það. Það fer svolítið eftir hvað Sosa og reglífin hitta hérna. Ef við ná á Mjauki þá eru þeir ekki að fara að vinna neitt bara. Og 1,5 mínútur núna í dregan, menn fara að hugsa að bakka, kaupir sér eitthvað fallegt hérna til að setja upp fyrir það. Ég er ekki vissum að VM vilji kontesta alveg eins og er ekki nema að ná einhverjum picks fyrst og þá þarf að fara og ná visioni helst. Já. Þeir þurfa svolítið að setja upp fyrir þetta. Við sjáum hérna að Red Set heitir. Þetta er svo mikill munur hérna núna. Hann er komið með Bounty og nú fær hann aðra plötu. Harstili mætt. Byrjar aðeins að bonka hérna. Ég veit ekki hvernig Baunandós er að fara að byggja itemin sín. Það eru Warmogs og svo er annað belti. Já. Og svo er Swifties og svo er hann búinn að tapa leiknum. Já. Nei, ég ætla ekki að vera neikvæður en hann er í þessari leiðilegu stöðu sem að gerist ofta á Mundo þar sem þú ert bara að ströggla, þú ert að gefa og svo þarf það að finna tækifærin til þess að ná þessum spikes til að geta hangið núna á leini endalaust. Það er ennþá svolítið í það. Já. Er það bara lane swap? Sýnist þetta að vera lane swap hérna. Ég veit ekki hversu vel Siggin er þetta að fara að vera hérna á móti þeim hérna. Sarstur er líka mættur. Þeir eru eitthvað að dansa núna í kringum dregan. Loftur að mæta hérna til leiks. Og það er allt í boði hjá öllum ef að Whiskey vilja taka slæginn hérna, láta að reyna á þetta. Double teleport á toppnum líka. Sarstur tekur samt alveg hendi skaðin á Mjauki. Þeir eru samt bæðileginn svolítið hrættina við þetta. Whiskey er eitthvað að reyna að pressa á þá. Loftur hann að næs að gera sem að skaða Sosa á móti. Já, sýnist að Whiskey ætla kannski bara að fara á þetta. Sosa hérna hefur tekin niður alveg í helming nánast. Og ekki mikið hérna sem getur gert eins og er. 4 hjá Whiskey. Með svolítið yfirráð hérna, yfir svæðinu. Já, það er kannski að bera virðingu fyrir, þetta er nú kannski ekki vomba kombo en samt sem áður þetta er ansið mikið að CSC sem getur komið hérna yfir á OM hratt og svona snemmi leiknum þá skiptir það svo miklu máli. Þú veist, ef þú ert stönnaður eða nokkaður upp í 1,5 sekundu, svona snemmi leiknum þá deyrðu þú bara. Já, ekki þægilegt að lenda í því, svo þetta er svona, já, kannski vildi ég bara taka sig aðeins rólegra. Við þurfum ekkert loft. Við erum með berg. Red Umbrella hérna, kannski einhverjum vandamálum, samt ekki. Sosa mættur, Plasti kemur inn, næðum báðum. Risa ult og Mjauki hlýtur á þetta niður. Necrophages þarf að flassa hérna en þetta kemur ultið. Er það að fara að vera nóg hérna? Necrophages er réttilega hérna, komast bara léttilega í burt. Og þetta er bara 1 kill. Þetta er gullfalegt. Spandir þau flössum í þetta en fá hérna 3 saman þess að móti og tjökk af þessum turn. Já, náður hún alveg. Necrophages er eitthvað að pæla í hvort hún ætti að reyna að stoppa þetta en vá. Orðið svo. Þetta er bara fít, bara mætt. Þetta er, já, þeir eru komið 3 kill, svo þetta er þá hildardáðið komið yfir til VAM. Sjáum hérna gullið og það er smá gullmunur, sérstaklega í topp agrein og botnagreininni. Þetta er vont fyrir Whiskey menn eins og er. Líka því að helsta von Whiskey að ná að drepa VM er stór Kæsa og eins og staðinu núna þá er hún á aftur fætinum. Já. Svolítið vont hérna. VAM svaraði þessu mjög vel í hetjuvalinu hérna með Nico til að aðeins bara gera þetta bara nánast ómögulegt
Já, við erum búin að Í spila þetta bara ógeðslega vel. Ekki hleypa Mjaki og Necrophagist inn og bara kæfa þá líku við strax á byrjun. Já. Við erum að sjá hérna að það er komið Varmox hérna á Mundo. Það kannski hans að vera til, en núna er þetta bröðlega kannski í smá vissinni. Siggi últar hann en ekki nóg. Barrier notað. Bara fínasta skipti hérna, últ fyrir Barrier. Samt Siggi aðeins of nálægt þeim hérna. Necrophagist, komið á bjargánum. Ég er svolítið bara að reyna að halda þeim á lífi hérna, liðinu. Sosa er alveg mjög hættulegur. Já, og þetta er Hazard. Við báðum Hazard. Þetta er svo sannlega Hazard. Þetta er samt ekki 14 kills á 14 mínútum. Bara 4. En? Já, þetta er yfirvegaður Hazard. Og það finnst mér alltaf gaman að sjá. Erum við að fara að sjá kannski annað dráp hérna á Bönundós. Últi kemur í gegn til að björgunum. Redside Heitir. Ég er svolítið bara að vinna þessa bardaga hérna. Já, sko, en í level 18 þá er cooldownið á passjónu hjá Mundo, sko, og þá er að koma niður að ef hann pikkur upp þá kemur hann strax aftur, sko. Já. Þannig að býtu bara þetta til level 18. Já, þá bara hérna, þá vinnur hann. Við erum bara að bíða og sjá. En þau þurfum að finna eitthvað meira hérna á mappinu, kannski er það bara mjög slaki með að bauna hægt og rólega skalar upp. Já, við erum að sjá svona að Redside Heitir byrjaðir að gera minni og minni skaða hérna við Bönundós. Núna eru þeir eitthvað herri hérna á miðju turnin. Samt ekki miklu. Var ekki bara Skellrún? Það hlýtur að vera Skellrún bara. Svo er það að mæta bot, hann er með teleport. Þessi turn er svo farinn. Hann er bara á pintan hvern einasti minion. Nei, hann má að fá 1. Það farið einn og þetta er Skellrún að vera tekin hérna. Og þið vita það að þegar það er típið þetta sérna, það er Kaiser með pick fyrst á botlinu og þetta er bara frítt. Mjög þægilegt. Alveg með yfir þessum objectives eins og er. Já, markmið honum. Erum líklegast að fara að sjá þá og nota Skellrún kannski herja á turninni í miðjunni. Þá er búið að opna kortið svolítið. Já, og þá er þetta orðið svo erfitt fyrir Whisky, búin að missa allar outers og miklu meira vesen að vorta og passa er í labinu runna þar sem er Resist og Sion að fara að þrykki með þessi mitt. Einmitt. Það er smá skeri. Nú klónin hérna. Ekki neitt. Reakta neitt við það. Og þetta er smá svona körs hérna hjá okkur í stúdíónu. Við fáum bara að sjá Chemtech riftið, eða efni hérna rofið. Chemtech drekinn er alltaf þriðji drekinn. Mjaki gæti verið í smá háskæðina. Sarsdór hlýtur að ná að taka niður hérna. Er eitthvað að hlappa hérna beint inn í hann. Últar út, blassar. Er það að vera nótla að komast í burtu? Sarsdór er að elta. Moonspiti kemur inn í gegn til að taka niður. Capmaniac er stand mættur. Ætlar svo sannlega að reyna að taka niður Sarsdór. En á meðan er Necrophagist að halda í burtu öllu liðinu. Siggi Vatveir er næstur á lista hérna. Sarsdór er tekið niður af Capmaniac. Siggi Vatveir dettur Gjölbari niður. Og double kill fyrir Redside Heitir. Þessi Sion er að fara að verða vandamál. Jú, þeir ná killunan Sarsdór, það er flott, gott að blessað, en því miður þá gera slæmur hlutir hann rétt fyrir ofan. Þetta er nú væntanlega drekinn nr. 2 fyrir WM. Já, hann efnir. Besta þýðing sem hann var, er að fara að vera tekið niður hérna. Capmaniac er þekktur fyrir að stela, hann hoppar hérna inn, nærði ekki! Og stemma! Þarf að leiftra sér í burtu hérna. En heiðilega tilvönd, ég ber vinningu fyrir því. Þetta er allavega eina sem hann gat gert. Hann var svona með backup hérna hjá honum með flashinu. Svo hann hendi bara í það. Því miður náðum því ekki og Goon secura þetta. Núna stöndum við frammi fyrir þessu vandamáli sem er 3-0 Sion sem var nú þegar að buffa Mundo sem að með réttum wards í kringu sig getur kannski bara að byrja að banka á dyrtarinn á toplane. Já. Og hver ætlar að stoppa? Það er mjög lítið að gera í. Eina sem ég hugsaði er að taka ykkur að 4 meðlimi bara til að reyna að stoppa hann. Hérna kemur Skellrún samt. Red
Umbrella næst í einhverju klandri. Jæja. Þeir hljóta að taka niður turnin. Necrophages og Mjauki ætla samt að taka bara niður skelunina. Og turnin fellur ekki. Hann Sosa. Smá í klandra. Fylgst með hvað boltin Já, sjáum hérna núna Necrophages og hættulega lág. Goon tekur hann niður. Först hana hjá þessum súlu. Og þetta er pínu problem. Já. Við erum allan að sjá núna herja á turnin og hann hlýtur þetta niður. Mjauki getur ekki gert mikið. Ætti ekki eins og vera nálægt þessu. Og þeir ætla núna bara hérna. Sarsador er að fjarflytja sig beinustu leið niður í botnagrinina. Að takast á við Baunadós. Já, Dósin er að gera sem hann að gera, sem að pikka upp gulli fyrir þess að turna, reyna að klóra sig hérna upp, komast í items, verða að einhverju. En gullmyndin er orðin alveg frekar mikill núna. Þeir þurfa að finna eitthvað, þeir eru með einhver shutdown, svo veit ég. Ég hugsa að hlýtur að vera núna allavega á Sionin. Hann er mjög sterkur, senast ég sá hann held ég með 200 gull á sér. Já, og minnir að ég heist daginn að Atakan væri tölfræðilega besti objektífin í leiknum. Já. Svona við nullum út að þeir sem að taka niður eru að vinna hvað sem er. Já. Þetta er svona stóra markmiðið leiksins að taka niður. Þetta er hann Atgeir. Atgeir, sorry. Já. Þetta er hann Atgeir er svolítið svona mjög stórt. Við erum hérna að sjá bæði liðin svolítið vera að setja upp hérna. Sosa getur verið tekinn niður hérna. Kattmenn ekki komin ón á Sosu. 1 out í end. Hann er stönnaður. Ulti kemur hérna frá Sarsadorinn. Ekki náttúrulega að gera neitt. Mín var eru að sjá Siggin og F2 eru að tekja niður. Er þetta orðið alveg skelfilega stór. Sion. Mjauki hérna. Sér hann hérna en er hann með nóg skada? Alveg mjög lítinn. Það er Kataklysm í boði. Ulti hérna kemur í gegn. Er hún að fastur hérna. Er að vera tekið niður alveg hægt og rólega. Baunadós hérna og allir eru að herjast á honum. Núna kemur passið þess að niður. Shutdown beint á Mjauki. Einmitt sem þau þurftu hérna. Núna er Kattmenn komin að Sarsador og meðan er Goon hérna að hlaupa í burtu. Redside Hater virkilega að reyna að ná Mjauki en Necrophages til að hjálpa. Það er alltaf kills og að gerast hinum meginn líka. Já, við erum að sjá hérna mikið að barndöfum. Var 2 stöðum í einu. Það er mjög splitt liðin. En Kattmenn náði ekki að taka niður Sarsador. Eða Goon, eða hvert sem hann var þetta. Var tekið niður. Já, en eins og sagði, stórt sjóta fyrir Mjauki og bara akkurat frábært það sem að Viski vilja. Það sem þeir vilja. Og við sáum líka þarna að Kataklysm inn í OM line-upið er svolítið skemmtilegt því það kemst enginn út úr því. Þannig ef hann nær stórum og kaupir nokkur sekundur fyrir Mjauki hérna að dæla það með hann og jafnvel svo sindrastöðn í kjölfarið. Teamfights eru meira spicy en ég átti vona. Já, þetta er alveg mjög gott últ og bara ég er svolítið að vinna hérna þessa bardaga handæm þrátt fyrir að ég nokkuð þess að það var svolítið jafnt hérna en Mjauki fékk hérna á hana góðan útborgun. Við erum hérna líka núna er Hardstil komið hérna fyrir Baunadós. Það er náttúrulega klink. Já, við fáum örugglega að sjá nóg af þessu. Við erum svo heppnir. Sion á móti einhverjum er alltaf skemmtilegast í heimi. Sérstaklega ef það er einhver eins og Mundo. Það er líka gaman að sjá Sion pikkan hérna bara til að rífa af þeim. Hefur ekki spilað í deildinu og kemur svo hérna og alveg bara sýnir þvílíka leika á honum. Baunadós bara vera tekinn hættulega lágt niður hérna. Er með últ og ghost. Þarf hérna hendi últið. Þarf ekki endilega ghosta, er samt að býða. Við erum nú að sjá hérna Hasain í miðjunni. Kattmenn hoppar hérna inn á Goon. Það er ekki nokkupinu. Og er kannski smá vanda hérna. Necrophages hoppar hérna inn til að bjarga Kattmenn. Og hann kemur Sosa með risa últ. Tekur alla upp í loftið. Goon tekur upp Kattmenn. Hann kemur leifturinn frá Redside Hater. Mjauki orðinn svo lára. Berðast við allt liðið. Necrophages tekið niður líka. Og hann kemur últið frá Umbrella. Reynir að finna Sigga, en með síðust hann er eini sem lifir af hennan bardaga. Sosa fær nóg, tekur í gikkin og vinnur hann tímfæð bara fyrir liðið sitt. Gullfallegt últ í hjá honum. Alveg einmitt sem hann vill fá úr þessu Nikopeki hérna í þessum teimisbardögum. Og þetta er bara atgeirinn, jafnvel, handaðum.
Þið geti jafnvel hendi í þriðja dregan sinn. Það er bjótið mér syns þeir alltaf reyna akkurat og bauna með típi svo sem, en ég meina Katmín ekki fastur í base, þetta er bara frítt. Þriði dreginn. Eins og er Viski ekki að standa sig hérna og var með bara að rúlla yfir þá. Gullmunurinn alveg 6.000 kall nánast. Sjáum hérna. Já, Mjauki er ekki eftir á Red Umbrella mikið sem við sjáum hérna. En við sjáum Top Agrein og náttúrulega á Sósu. Sósu er með alveg mikið gull á sér. Þetta er svo gaman líka. Nico með protobelt og flash uppi. Þú þarft að vera svo vakandi fyrir hvar hún er og hver hún er. Já, við erum hérna líka að sjá að Sósa er að byggja upp í Sonias sem er að fara að gera þetta enn hættulegra þegar hérna, hann hoppar inn. Getur gert það bara eins og oft og hann vill. Án þess að deyja. Og þetta er bara frekar agað hjá henn. Þú veist, örfáir type of fights, en annað það eru bara hægt og róla búinir að kreista Viski hérna hverja einustu agrein. Móka einu sem objectives, vera að hóta því núna að fá sálina. Eru meiri sig að hóta, við getum verið í Baron. Baron er alveg á listanum hjá þeim. Þeir geta alveg léttilega að tekja hann. Kannski ætla þeir að passa sig. Þóraði ekki alveg. Necrophages hoppar hérna inn. Er kannski verið að ná hérna að liðinu. Þeir þurfa hérna að reyna að berjast eitthvað tilbaka. Hann eru allir teknir af Starsator sjokkveifinu. Mjauki Katmín þurfa hérna að hörfa í burtu. Siggi var tveir að fara að tekja niður og þetta var dýrt hjá Necrophages að vera að ná þarna. Beinir þú smættur líka en Skellði þú íkja á Sigganum, geggja til að stoppa Curticall hjá Red Umbrella, en það var ekki nóg. Ég held að nefnilega það sem að gerst var að Gung tók þannig bláan vort og lamdi Baroninn. Ég veit ekki hvort það er að fengi visionaði í smástund, hvort það verður nóg til að láta Viski halda þegar þeir eru Baron. Það er kill hérna miðinni sem við getum góða á og stoppa það svo. Það hlýtur að vera ykkur að hann í pæling að gæti að vera gerst, en þetta er alltaf að fara að vera bara Baron núna. Fyrir What About Me. Og nú eru góð ráð dýr þar sem Viski er mjög eftir á og er núna að fara að vera herjað á heimastöðuna þeirra. Já, góður ráðin er ekki með verðmiða og þú þarft að spyrja hvað það kostar þá hefur ekki efna á þeim. Þetta er líka pushing power hérna hjá Gun og Redside Heider. Ég er ekki núna að taka eftir hvað Gun er að byggja. Lítur að vera eitthvað mjög skadalegt. Það er svo mikið attack-speed. Eða ekki bara dreina einhver tanki og hægt að róla bítandi döða. Trinity Forceið og Deadmans, já. Það er nú típist. Og jú, þetta er hérna Capmaniac build. Þetta er það sem Jarvan er að byggja svona vanlega. Þetta er Sönderer og Cleaver og eitthvað tengi. En já, þetta er svolítið vont hérna að handa þeim. Þeir eru mjög eftir á erfitt að drepa What About Me. Þeir eru allir mjög tengi. Og hefur líka með svo mikið af tólum. Ef að Viski engagea í einhverjum heiðuleg teamfight, þá hefur hann bara með fullt af tólum til að segja nei, lol, og myrða á. Og sömulegis, VM getur líka bara tekið gikkin og þá vinna þeir. Já, það er svona kannski ekki í þessari stöðu sem við horfum okkur núna. Nei. Eða hvað? Redside Heider hoppar þetta inn í 3 meðlimi hjá Viski. Er ekki búinn að tapa einasta lífi hérna. Og þetta kemur Gun hérna að reyna að taka niður Bönundús í kjölfarið. Þetta er aftur Necrophages að fara að detta niður hérna. Ulti kemur í gegn hérna. Og Gun tekur niður Necrophages. Aftur náði hérna erfitt fyrir Braum að komast úr þessu. Þetta keyrir niður Agreina hérna. Þetta kemur Sósa ætlar að ná niður Sigga. Vattur Mjauki hoppar inn í baklínuna. Ætlar að taka niður Starsator. Koma hann 1 át á enn. Er það bara að vera nóg? Já, en liðið til að detta niður kjölfarið. Þeir eru svona undir hurninum. Redside með hundandegja. Nei. Þeir þurfi ekki minions. Engir minions handæðum og það að taka svolítið mikið skaða hérna en þeir ná ekki að enda kannski. Þeir ná því ekki. Mjauki stoppa veifið frá hann á komast í turnin. En þetta var erfið. Redside getur bara hoppað inn í 3 og chillaða meðan liðarnas kemur og hleypur inn. Úff. Já, hann hefði jafnvel getað komist upp með að berja hennan turn en þorði ekki. Mér sýnist að hann keypti potion. Held hann með elixir
hann Redside heitir. Já. Keypti bara 500 kall, það ekki neitt, ekki drop í hafið, handa Redside heitir. Hingur þess aðeins, fæsir 1 belti en... Það alltaf gott að vera með nóga beltum til að hífa upp sig. Herru, núna, ég veit ekki hvað þurfum að segja, Kappmenningar ekki við Flash, hann þyrfti að reyna á stelusu ef hann hefur tíma, hann ennþá smá í burtu. Þetta bara sálinn? Gæti verið, Kappmenningar mættur en myndi þurfa að henda lífinu sín í burtu en að handa sem drega. Þessi sál ekki eitthvað mjög mikilvæg en þetta satt núna að fara að vera bara teymisbardaginn, allir að fara að tekna niður hjá Viski, þetta svo mikil skaði hjá þeim með þessum últum að þetta gæti verið leikur. Redside heitir komin on á Sigga, gerir svo mikil skaða en Redda brella hérna. Og þetta svo klassíst að liðið þitt að tapa, þið vitið það og þið að horfa á heitt liðið taka dregan, þið að fara á sáluna og eitthvað langar ekki að gefa það en í staðinn ætlum að standa hérna í runnunum og hugsa málið og það búið sjokka við 3 okkar. Þetta erfitt hérna. Viski núna eru svolítið að vera bara rúllaðir yfir hérna. Núna bara turninn að fara þetta hérna, Siggi var 2 hérna, hann ekki að stoppa og að taka hemilinn. Og þetta niður. Bauður þó samt. Þetta kannski hvernig ég vinna. Og þetta báti fullt af pening. Bauðnadós að fara að taka niður turnana hérna. Kannski núna það sterkur með 3 item. Málið alltaf að Bauðnadós ekki með business mút á skinnið. Þetta það vonda við þetta sko. Gæti verið ástæðan okkur þeir að tapa leiknum. En núna þurfa þeir bara að skella í pásu. Hann alltaf hann var á YouTube, hann skellir að Benny Banassi, bara repeat, bara push og svo veit ekki alveg, svo spurningamerki, skref 3 vinnalegin. Þetta geti verið leiðin fyrir þá, ég veit ekki hvað restina við skjá að gera á meðan en bara halda mönnum í burtu. Sjá hann að skaða, þeir tóku skjöldin af skónum hans, hann Kappmenni komin inn, eitthvað að leita sósu, þetta ekki rétt sósa hana, inni. Já, ekki verið svolítið viðskila. Fjarflutningur hjá Bauðnadós að berjast við Redside heitir með yngum árangri. Sósa núna kemst í burtu, ekki burtu, þarna Sósa náð en þarna kemur restin af últanum inn og þetta erfitt mjáki en að vera tekið niður, hoppar þetta inn í bardagan en ekki nóga sterkur til að drepa neitt. Kappmenning núna hörfum Necrophages lifandi en þetta hlýtur að vera að hún tekið niður hérna. Kappmenning að fá hann í burtu en eru þeir 2 Bauðnadós og Kappmenning að fara ná að venda? Það held ég ekki, þetta getur verið mjög strempið. Sósa með geggja þarna, ég ekki fasturinn inni með ykkur, þið eru fasturinn inni með mér og skellir hérna í leiðinni. Hann var orðinn aðeins svo sterkur núna í Bauðnadós að taka svolítið mikið skada en að últið kemur í gegn til að reyna að halda lifandi. Þeir eru virkilega að reyna að ekki tapa hérna leiknum en hann kemur 4. skoti frá Redda brella. Kappmenning hérna að reyna að láta á fókusa sig í staðinn fyrir beisið en þetta eru 2 turnar teknir niður hérna. Og Nexusið að fara niður. Og þetta þá 1-0 núna fyrir VAM. Þetta var ekki leikurinn sem ég bjóst við, ég verð að segja. Hann var langt frá því að vera jafn. Já, þetta var svona bara eins örugt og getur orðið. Maður getur reynt að pikki einhverja tímfarna, það dó einn þarna út í horni, því það var bara endalaust alltaf sagan, en þú veist, þeir bara byrjuðu svo miklum hraða og hættu ekki, stoppuðu ekki, bara Viski fengu aldrei break. Já, alveg, þetta var erfitt fyrir Viski að reyna bara að koma sér aftur í leikinn, þetta hélt bara áfram og Sósa var svo sterkur leikmaður, þar sem hann bara hljóp inn í, náði einhverjum 4 upp í loft og bara allir sprengdust. Já. Sósa vann early, Sósa vann mid, Sósa vann late. Þetta var bara Sósa show. Alveg mjög og ég svona, eftir að sjá þennan leik, þá þetta svolítið skrítið þar sem Viski var á toppnum alveg í langan tíma, fyrsta sæti deildarinnar. Duttu smá niður í seinustu vikunni, en VAM búin að vera svona í miðjunni frekar lengi, sko. 58% vinnur eitthvað hannig? Já, þeir voru held ég, sko, meira þess að ef seinasta vikan þeirra hefði farið smá úrskeiðis, þá hefði þeir ekki eins og komist í playoffs. Svo að þeir koma hérna og rúlla upp bara rétt á úr sér, nú koma aðeins. Alveg mjög þannig. En við ætlum bara að kannski að skella í
smá auglýsingar. Við sjáumst eftir smá. Býttu hann að skipta akrein?
Velkomin aftur. Við erum núna bráðlega að fara detta inn í seinni leik kvöldsins. Þetta er nú bestur af þrem leikjum. Svo fyrstur upp í 2 vinn er að fara að komast áfram í undanúrslitin. Hvernig heldur að þessi leikur er að fara? Heldur að Viskir er að fara að gera eitthvað öðruvísi? Sko, ég var með stæl og yfirlýsingar hérna áðan og svo mætir vægan bara með læti. Þannig ég veit það ekki. Ég hélt að þeir væri að gera sér grikk með að pikka Sæjónu þarna til að það væri meira gert til að taka hann af hinum. Svo er hann bara með þvílíka framstöðu og rústar og er eitt af mjög stórum vandamálum. I don't know, ef þeir ná að spila sama leik aftur, jafn agaðan, jafn góðan og með svona örli líti. Ég ætla alltaf bara að segja þannig, ef ég var á móti þeim og við erum aftur byrjar að tapa snemma, Já. þá er eins gott að draga djúpt inn andan, halda kúlunni. Já, ég held að þetta má ekki fara svona úr böndunum eins og þetta var núna. Þetta var eins og að VAM var bara á undan allan tíman og Viski gat ekki gert mjög mikið til að stoppa þetta. Er ekki beint með tónun heldur til þess að ná að refsa, ná að grípa hérna á einhverju stórum fights, það enda bara alltaf í einhverju klessu sem var við erum að hett og við erum líka með svona flott ultimate. Já, það er svona erfitt að hoppa inn í þetta lið þar sem það var Nico-öld, það var Orianna-öld, þetta var svona bara ekki mikið svo skert, þú varst eða bara að hoppa inn í þessi últ og deyja. Við náðum Nico, hún er inn í katalysum, hún er últa og við erum 3 búin að lappa inn í það. Er það Orianna-bolt að koma? Bara sprakk alveg og þeir þurfa kannski eitthvað að breyta núna í valinu. Kannski er seri að fara að skerast hérna í leik. Já, gæti verið. Það er svona, Kæsa-valið fyrir þá er ekki búin að vera mjög gott. Ég held meira segja að Dusty, þegar þeir voru á móti Viski, þá pikkuðu þeir einmitt Nico support inn í Kæsu. Ég held að það var bara mjög svipað. Mér finnst þess að ég er búin að sjá þetta áður. Og það var ægjan held ég, bara undir turninum allan tíman. Kom svo eitthvað áfram seinna meir, en það var aðeinslega orðið og seint. Við erum með hérna, ef ég rýni í spilin hérna fyrir frá mig, að þá eru þeir að spila Whiskey Man daldið, það er Enchanter. Já. Og svo er þessi 2 meira svona tankigæjar, núna er bara farin út, erum við að fara að sjá Enchantera, það var alltaf Lulu-bann síðast. Það var bannað Lulu, það var bannað Emilio, það var bannað, held ég, Nami líka. Það var bara allt tekið í burtu, svona fullt af Enchanterum bara hent út úr gluggan. Eitthvað það var Yumi-bannið eitthvað. Það var allavega mjög erfitt að pikka Enchantera þarna. Flestir af þeim voru bara hentir í burtu, sko. Já, og það sem hefur þá verið spilað fyrir utan það er Alistar, leikur. Sem getur góður, er kannski yfirlega bara að fá að lauma einhverjum einu Enchanter, einhverjum, ég veit ekki, Júnöru eða Seri og reyna að leita einhverju örli. Er það að fara að vera stílinn, er það meira að fara að vera bara, nei, við viljum bara skala takk fyrir og restur af mappinu, please, gerið eitthvað? Já, ég hugsa vonandi geta hendi eitthvað þannig, smá scaling og hver veit hvað restin af liðinu er að gera. Baunadós núna búinn að missa 2 af þessum hetjum sem hann búinn að vera að spila, þá Mundo og Sæjónin. Og þá er hvað í boði? Rumble og Cho'Gath, þeir eru þá næstir, annars var það kannski Gnarrinn. Með það sem við höfum séð allavega. Og kannski eru menn núna að hugsa, þú veist, við tökum okkur saman í andlutinu, tökum eitthvað sem þekkjum, eitthvað safe, þannig að ef Cho'Gath er ekki bannaður, þá sé hann fyrir mér dettin í hús. Já, og ég líka bara, mér Cho'Gath alltaf mjög sterkur, þetta er þægilegur svona, hvað segir maður, sérstaklega eftir að Dorans itemin voru einmitt nerfuð, þá hugsa ég að vera eitthvað með eitthvað svona innbyggt sustain er að fara að vera þægilegt í toppakgrunni, sko. Cho'Gath með. Já, ég ætlaði að vera með shoutout á hérna eina Yorick spilara landsins. Nú er Yorick alveg massíft spilaður í prófmyndunni. Já. Fáum bara Yorick topp. Það væri geggjað, það væri æði. Við ætlum ekkert að taka eitthvað mund og skeiði, nú ætlum við bara að taka gæði með skóplu. En núna erum við að fara að henda okkur í draftið. En í raun, þá er Yorick í raun, held ég, næst mest pickbann í deildinni. Í alvöru? Ég held að bara út af, leikmanni. Hann var að spila eitthvað Cool Beans. Minn maður. Já, hann
Það er alltaf bannað. Hann er ennþá, held ég, í. En já, hérna sjáum við fyrirlesbannin. Þægilega bara. En fyrstu bönnin er að fara að vera Nami hjá VAM. Við bannað á Nami hérna af Whisky og Heimer er að fara að vera bann 2 hjá, bann hjá Whisky, þeir banna Heimer, þeir banna svo hérna Lulu og svo held ég að það er að fara að vera Shaco-bann. Gaman svona það make sense, áfram meira að taka sósu. Já, að taka, þetta er svolítið svona, já, aðstofamenninir hérna sem er að vera targetaðir eða valdnir út hérna og þriðja, svo fáum að sjá engin bönn, en við fáum kannski að dettur inn hérna, þetta er Emilio, þetta er alveg sömu bönn held ég hjá VAM. Bara 3 enchanterar og þú ert búin að missa Braum, hvað ætlar að spila núna? Whisky er líka að fara að banna sama, þetta er Wukong, þá þriðja bannið hjá Whisky. Og þá er það næsta hetja sem er búið að vera tekin svolítið oft hérna í frumskóginum, það er Sinsá. Seinni partin af deildinni, þá var Sinsá mjög svona vinsæll og byrjaði að vera spilaði hann sem mikið. Já, og þá mæta bara með lætis á svo byrjun. Veitu, hvað er þetta? Jungle set. Ha? Veitu, ha? Já. Er þetta bara instalock set? Hvað meina ég ennumlega með 2 heila setleiki undir beltinu. Ok, bara... Og hann vann þá báða. Ok, svo og seri, það er færið að sjá serileik. Við erum að sjá allt öðruvísi draft núna frá Whisky. Þeir eru ekki að gera eitthvað svona safe, þeir eru bara að vera í set og seri fyrstu rotation. Aðeins að gefa okkur svona skemmtilegar hetjur úr Caitlyn. Ok. Hvernig finnst þér Caitlyn seri í botnagrein? Seri, að mínum að þetta er ekkert sérstök snemma. Nei. Þetta gæti verið tækifæri til þess að snúa alltaf upp á handlegginn á Whisky. Það fer samt eftir supportunum. Og þetta er kannski ekki mest búl í leinið, Caitlyn Janna. Það er frekar Caitlyn Karma, eða þú ætlaði virkilega að vera leiðilegur. Já. En þetta er temmilega safe og Janna er alltaf mjög góð í að rífa menn af Caitlyn eins og til dæmis set. En hvað fáið þá í support? Ég veit ekki, en við ætlum að sjá miðjuna vera tekina sem, Ari bara tekið í blind. Þeir vilja ekki vera bannaðir útskils mér. Það hlýtur að vera eitthvað í þá áttina að vilja ekki missa Ari í banni hérna. Nei, núna veit ég ekki hversu djúpt champpoolið er þarna. Við erum búin að sjá, hvað sagði ég, 5 picks fyrir Necrophytist á botlinnu og þetta gæti þá bóðið upp á bara fleiri buns, en nei, það er ekki. Mér finnst þetta svolítið skrítið hérna, þeir banna hérna núna Rumble og, VAM banna Rumble og svo er Chokað bann. Þá báðir hérna, þessar hetjur sem við vorum að pæla í hérna áðan, tektar í burtu frá Benados. Whisky bannar Mel og ég veit ekki, svo Anivia hérna. Eina banni sem við fáum að sjá. Já, ég man ekki til að Mel hafi verið spilun nokkuð tíman af Karma seri. Erum að sjá Karma seri. Líklega er þetta Karma support. Ég vona það allavega. En það er alltaf gaman að hafa Karma sem flexu upp í toppakrin. Annie inn í Ariana. Fáum að sjá Annie. Það heyrist nötur og dauft. You must banny the Annie. Það aust hann hérna sem engin skilur neitt í. Nei, það er hérna gamlir andar hérna ráður fyrir. Það er Ambessa núna. Það verður að tekin hjá What About Me. Og hvað ætla Benados að bjóða okkur upp á þá? Það er búið að banna eiginlega alltaf af honum. Hlýtur að vera eitthvað hérna eftir. Það var einn gnarrleikur. Er þetta lið sem vill vera gnarr inn í? Það verður störa. Já, hann hugsa bara að þetta er eitt af þessum hetjum sem eru eftir handunum og hann hugsar að gnarr. Við erum þá að sjá Karma-seríuna í botnagrin sett í frumskóginum og Ari. Mér finnst þetta svolítið skrítið að taka Ari svona snemma þar sem
í seinasta leik þá var einmitt bannað Kiana Akali af honum. Svo þetta pæling af hverju þið tóku þetta svona snemma. Kannski hefði hann taka á sig þessi bönn. Nákvæmlega, geymið það, ja, það var einhver pæling hana. Vildi bara strax fara í aríuna og en já, skemmtilegt að við fáum að sjá bara Zed og Anivia sem myndir, annars fáum við bara skemmtilegan texta. Þetta svona með þessar third party síður, þær eru ekki eitthvað skemmtilegar stundum. En hvernig þessi tím komst að setjast í núna? Þetta aðeins öðruvísi heldur en seinasti leikur. Töluvert, frekar lítið að hörðu sé sig hjá Whiskey og náttúrulega það svolítið það sem Zed að leita að, hann náttúrulega býður upp á bara ógeðslega mikið að skaða. Nefnir þú verið með smá CSI á móti. Það eitthvað til að þið hérna, Zed vill væntanlega vera að fá að, og sinns ég reyndar líka vera að leita einhverjum svona early fights að koma hlutum af stað fyrir liðið sitt og eru svo aðeins minna merkilegir þegar líður á leikinn. Já. Ég veit ekki, Ambessa Annie. Þetta svolítið, það lúkkar eins og þetta getur verið leikur aftur þar sem allir fara bara inn. Já, allavega virðist vera þannig. Ég hugsa samt að Annie og Janna að fara að vera svolítið lykilatriði að stoppa til dæmis kannski svona engage frá Zed. En við ætlum bara að kannski að henda okkur beinslegið inn í leikinn. Erum við með sömu vandamál með hljóðið? Nei, við heyrum vel í þessu. Sjáum hérna. Jú, Electrocute og Annie, það make sense. Og annars bara mjög standard. Þannig hann Catmaniac Zed í frumskóðunum. Og við erum búin að sjá Sósu spila Jönnu, tvisvar, það má ekki vera afksamt. Og byrja leikinn vel með að missa helminginn á lífinu sínum. Þarf að bakka. Walk of shame, aftur í jungle. Já, Jannan 1-1 í háanum og eins og þú segir, Janna mun þurfa að spila lykilhlutverk mögulega í teamfights en þetta líka Janna, þannig að eitt gott charm á hana gæti þýtt dauði. Necrophage er eitthvað að stríða Gún. Hann getur eiginlega ekki bakkað og missi bara hérna. Þetta málið þegar þú spila körma, kemur svona illur andi yfir og þú bara verður að skrúa leiðindir upp í 200%. Það bara, þetta eins og þið heyrið þá hef ég verið illa leikinn af körmum. Já. Það bara svo vondar við mann, snemmi leiknum. Já, kannski það eitthvað vond karma. Það bara þarf að lýsja. Greiði Gún hérna, byrjar ekki vel. Samt með náttúrulega ágætt sustain gegnum passið við hérna. Það sem að held tilbaka, ég held að það 2 alltaf passið við. Já, Shinsao. En þetta að vera skemmtileg legin. Ég gaman að sjá Annie. Svolítið einföld hetja sko. Þegar ég var að byrja að spila lík þá var ég að spila með félagum minni svo miklu betri en ég og þeir sögum að spila bara Annie mitt og ég náði einu góðu tippisúlti og ég hugsaði þetta leikur sem ég ætla að spila þar til í deg. Þetta skemmtilegasti champion í leiknum ef þú nær góðum últi. Alveg mjög. Með eitthvað flass svona últi. Ég pínu fórðum með botlinnið, Sósan alltaf aðeins seinna hann á leinið, þurftur þetta bara þá að gefa, þannig að það mjákið á Necrophages sem komast til level 2 á undan og pushur sinni í turn. Ég hugsaði hérna að hafa Necrophages á einmitt körmunni, að fara að gera þetta aðeins jafnara í svona hvernig veifið að fara að vera. Beinadós notar til að hoppa inn. Rétt að þið tekur svo mikið skaða hérna frá kúnu hérna frá Beinadós. Býst ekki við svona miklum skaða frá Gnar level 2. Þetta leginn sem getur orðið rætt mjög leiðilegt ef að Beinadós nær ágætis lítið þá hann óþolandi, hann Gnar. Það svo erfitt að spila mótið í. Fínasta val hérna inn í Ambessuna hugsa ég, allavega svona til að byrja með. Bessa tekur hérna líka, Það komið Omnivamp sem sagt á Dorans Blade. Það aðeins betra en að handa Ambessu heimitt. Það bara í gang, ekki flókið. Catmaniac mætir á svæðið hérna. Sósa með blast þar að nota W enda hérna að connecta á Necrophages. Sósa hlýtur og tekið niður hérna fyrsta blóð til Mjáki. Geggjaflassi á Necrophages að tryggja rútti munir lenda jafn út á Sósa-flassi burtu og það bara, þannig byrja boltinn að rúla. Þetta CSI sem að þarf til þess að geta komast að skrið hérna. Þrátt fyrir að tragist, þá eru Adikarinn sem fá killið.
Já, mjög leiðilegt, en allavega þetta á Mjákina sem hafði svolítið leiðilega leik seinast. Hvað núna 1 kill til að byrja með? Sardur nær að henda sér í burtu frá sig hjarta. Já, náttúrulega beautiful að séri fái gull snemma, komast að stað og þú veist, ef hún kemst þægilega gegnum lanefaceið þá verður hún fljótt að stóru vandamáli. Redsetin ekki alveg að vinna þessi trades. Nei, þegar tvöfaldafið hjá Gnar næri þessi 3. autotaki, þá bara missur það allt. Redsetin kannski bara dáin hérna. Þetta mjög erfitt, þar kemur megakillar til að bjarga Baunadós. Þetta var mjög tæft. Baunadós sína kann að spila hituna sína. Já, verið stæða. 2 leiktur hérna sem leiðir að ekki miklu. Sarsdor reynir að ná einhverju og núna Necrophages bara mætt að svæði. Sarsdor ekki með flash lengur og tekinn niður. Þetta allt annar leikur núna. Hefði Sarsdor náð killinu? Hefði hann ekki bara dáið til turni? Jú, líklega. Aron, við fáum aldrei að komast að því, en hann dó allavega. Kannski með Electrocute-brokin hefði verið nóg, en hann allavega að fjarflytja sig núna aftur í miðjuna. Og já, Necrophages hérna, þetta aðeins þægilegri champion, það getur verið að flytja sig kortið, aðeins að hjálpa miðjunu líka. Og mér sýnist að Caitlyn ætla að fara í Collector, meira svona lethality, one-shot að Squishies buildið og náttúrulega það ekkert nema Squishies hjá Whiskey. Þetta svo mikil skæðina á Sigga, hann hlýtur þetta niður, ekkert flash í boði. Gun og Sarsdor, bara sprengjan. Alveg mjög mikill skaði hérna frá Q12 og Sarsa. Hann var líklega ekki að búast við því. Nei, og áfram heldur þetta að vera svolítið spennandi. Það sett í dreganum. Já, maður svona áður fyrir var maður aldrei að búast við sett hérna frumskóginum og bara taka drega einn. En þetta öðruvísi tíma núna. Riot Games sagði við ætlum að hleypa fleiri jumpum í junglið, við ætlum að gera það spennandi og ég er búinn að vera mjög sáttur við það fyrir utan allan Nautilus junglur sem ég að fá því að Nautilus drasl junglar. Ég get hugsað alveg, já, það örugglega hannig. En Kattmaniak bara sprengir hann að drega, svo mikil skaði. Léttilega tekur hann niður, ég líka komið últið. Getur byrjað að gera meiri plays. Þetta áhugaverð hvernig þetta ræðist hérna miðunni. Það eru kills báðum megin en komin alveg decent CS munur. Kattmaniak ætlar að reyna að gera eitthvað í því. Það tippers í boði en ekkert passiv. Þeir veit ekki hvort. Þeir veit ekki hvað þeir eru. Hann Sarsador sér hann Kattmaniak með últið en vildi þóra að hoppa undir turnin á Anni með últ. Þannig kemur risa tippers. Þannig kemur Charmi frá Sigga. Það að fara að vera nóg til að taka niður? Ekki að fara að gera nóg. Hann hoppar samt undir. Vill ná þessu resetti á últið og kemst í burtu. Vel spilað hjá hann Sigga. Björnin orðin reiður, eitthvað að reyna að taka niður á móti en ekkert verður úr því. Það tátæf. Dífa á Baunadós, Redsetin og Gun bara að fara létt með það. Þetta beautiful. Og fyndi hvað Whiskey að byggja upp lít og svo ná að svara vel fyrir sig, sjáum hvað gerist. Mjáki orðin svolítið lár, samt að reyna eitthvað að berjast inn á móti. Sosa ekki með mana. Mjáki komin að stað, últi fór í gegn, að fara daginn, Red Bull líka. Þetta seríin sem þú vildir sjá. Þetta svo einfalt. Poppa últi þegar þeir eru reins og núna straujar og hinn þurfa að hlaupa. En þeir geta ekki, þeir eru á djúftinni. Og þetta á ekki eftir að skána. Núna komur svona stórt merki á botlegin. Hjálp, takk. Svo að þessi Caitlyn gerir eitthvað. Það vont að sjá rísa gullmununa hjá seri 3600 á móti 2400 hérna. Og annars þetta ágætlega jafnt annars staðar. Þetta aðalega hérna í botnagrinni sem munurinn á gullinu. Já, þetta verður erfið. Þetta engin kokkmá hérna með þessari jönnu. Nei. Þetta eitthvað svona, þetta alltaf, ég skala bara. Hann kemur smá charm hérna, samt með stönni núna. Það var svo öðruvísi hérna, það komið svona indicator á Anni. Það var ekki í gamla dag Nei, ég spilaði. það var ekki í gamla dag. Þá þurftum við sjálfur að trekka jungle timers og... Baunadós núna, aðeins að hamast hérna á honum, Redside Heitir gæti að vera tekið niður hérna, hérna kemur Kattmaniak og Necrophages. Þetta allt annað lið sem við erum að sjá hérna. Þeir eru svolítið að spila saman núna.
svo gaman fyrir Redside að vera slengt inn í vegginn og svo annar stöðn ofan og hann sé 2 í viðbúk og hlaupandi bara veit, það er ekkert sem ég get gert í þessu. Nei, og þetta er leiðinlegt hérna. Ég var ekki búast við þessu svona að Bönadós bara stendur svo helviti vel á þessum Gnar. Og virðist vera sem að OM hafa verið meðvitað að neðra junglið hjá Whisky væri uppi og ætlaði hann að grípa keppmeininga þarna og kannski áttu sig ekki alveg á því að það voru að taka maðkan í staðinn. Það var að fiska, það var að leita og ekki búin að gefast upp. Nei, hérna kemur Gún eitthvað að reyna að taka niður bláa buffið. Kemstu með það? Mjáki og Siggin hérna mættir. Þeir eru að elta Gún, alveg saman Sósu. Þeir ætla svo sannarlega að ná tjarminu á hann og taka hann niður. Er það núna að últa? Ekki nóg. Það var 2-8 frá Körmu. Það voru stór leikur hérna hjá Körmu. Ná þessum pikkum. Já, núna þarf að panta 1 stykki tippers og honum Mjáki því að annars er hann að fara að slátra á M. Sjá eitthvað róm kannski frá Sarstor. Ég er sem ekki alveg að ná að komast úr miðjagrein eins og er. Hvað er að sjá hérna? Hvað er Redside heitir að pæla? Hann sér Catmaniac en ekki mikið sem hann getur gert hérna. Tekur bara rölt í læknum. Já, þetta er spiklað eins og sagðir að áðan fikk Red Umbrella að vera leiðilegur og taka turnin og núna fær Mjáki. Það skiptist á. Sjáum hérna, Redside heitir með öllum abilityunum gerir bara ekki nóg mikið skada. Bönadós nær ekki últinn á hann og þetta er svo létt. Bönadós spilar þetta svo vel. Easy peasy. Ekki flókið. Sarstor hleypur beinustu leið hérna inn í Catmaniac, er næstu tekið niður. Er þetta ekki nóg skadi hérna og hann hefur að vera sprengtur. Nei, sett, ok. Þetta er hérna léttilega. Íti bara á R eða 2 alltaf. Annarkvort takkinn. Gekkja, fær flasið Sarstor, tekur síðasta kampið sitt, bakkar, kaupir sér pening, komið hjúbris. Núna eru þetta svolítið snúið við hérna að Red Umbrella er undir turninum að taka skada. Að poppa bargið þarna því að hún líður eins og hann sé að fara að deyja. Sósa mættur en lappar hérna inn í 2. Hvað ætlar að gera? Últar og flassar yfir. Já, hann lappar komast undir turnin. Siggin hérna hoppar inn. Sósa tjarmar í stað fyrir Red Umbrella. Svikinn og þetta er Red Umbrella að fara að detta líka niður og báðir detta niður. Gún getur gert ekkert annað en að horfa á. Þetta var nú slæmt. Ég heyrði einhverjum spilar þarna berja í borðið sig. En ótrúlega vel gert hjá Whisky, gullfalleg dífa. Þetta var ekki flókið maður og við horfum á, hver eru fett? Já, það er Seri, Ari og Seth. Og svo veist ekki Gnar sem er að rústa topplein. Já, hoppar hann inn, er með últ uppi, ætti hann að hendi í það, já. Náði rétt svo ekki vegnum. En gerir svo mikið skada, hvað getur Redside heitir gert á móti Bönadós? Já, Sósa kom inn. Sósa ætlar að gera eitthvað kannski. 1-2 alltaf af, hann kemur fuglinn fljúandi og hann kemur vindurinn. Já, dælirinn gullið flögs í supportleita minnu. Já, hlýtur af detta bráðum í eitthvað uppskritt þar. Sníkisma XP. Já. Roaming Janna, við vitum öll hvað Roaming Janna er scary. Já, alveg. Gerir alveg sitt. Hún reynir nefnilega sinni. Núna er Red Umbrella ekki með flass. Negrovicis hendir bara í flass á Red Umbrella. Settir með, þetta hlýtur að vera mjög dauður reglíf. Veist ekki Deathmark, málið dautt og Red Umbrella er dauður. Þetta er Whisky mæta hérna með bara allt annan móral finnst mér. Þetta mæta krafti strax á byrjun og nú eru þeir sem eru með tempo í gangi og þeir bara ekki að stoppa. Rétt að klára turn. Við erum bara að sjá hérna að þeir eru virkilega með leikinn í höndunum. Þetta er bara eins og nótt og dagur á milli leikja. Ég vinna þetta. Nei. Bönadós! Hvað gerist þar? Búin að vera að standa sig svo æðislega. Hann Redside heitir bara nær að drepa hann hérna. Léttilega. Við getum aðeins spekulera hvað gerist. Var Bönadós aðeins svo spenntur eða var Redside heitir með play aldarinnar? Hefur gefið hann það? Já, jú. Hann gerði örugglega eitthvað stórt.
Sýndi Spunus ekki verið með últið uppi. Sarsdór, núna hann charmaður, hann að fara detta niður hérna. Necrophages líka mæta svæðið. Hann ekki með risa timberstöld sem að fara að ná niður. Necrophages, Mjálki líka hann hættilega lár. Að fara að koma sér kannski burtu hérna. Gún og Sosa að reyna að leita einhverju. En þetta hérna þetta ekki búið. Red Side heitir núna í smá vanda hérna með Baunadós. Að fara að reyna að hendi dífu. Þarf það ekki. Hann kemur búmerangið og nær honum. Menn búin að bakka á að versla og aðeins að hefna sín. En Sosa þarna nær að komast inn, kaupa tíma fyrir Sarsador, þannig að Sarsador nær að fá killið rétt ára hann deyr. Nær þessum ávinning frá Necrophages. Það var eitthvað 100 eða 200 kallarna á henni. Og það kollegt að koma í hús fyrir reglífina rauðu en þetta svolítið mikill munur hérna í gulli bara á botlinu. Og nú erum við að sjá þennan turd líklega að fara að detta niður hérna bráðlega. Hann ætla samt aðeins að láta skósverðina detta niður. Að hönd turdsins. Það sýnist núna, já, það komið bara akreina skipti eins og þar sem Já, klukkan 14, plates eru farin, allir á miðuna. Það það skemmtilega. Turdin líka dottinn niður í botnakrein. Og ekki mikið ástæða fyrir Mjálki og Necrophages að vera það lengur. Þetta líka mjög erfitt fyrir YM því að jafnvel þótt að Mjálki og Necrophages fyrir tveir á miðjunni þá samt ekki það auðvitað að ná að drepa á nema ná að landa öllu. Og annað kemur Gún og Red Side heitir og ná Kameniak. Næstan kosir í burtu og það fara að vera Mjálki tekið niður af Starsador. Shutdown, Siggi Vaff 2 komin að taka niður Sósu og ekki mikið meira að fara að gera. Baunadós komið samt nær últinn hérna á Gún. Kameniak ætlar að hoppa hérna með töltafenni og tekur hann niður. Svo þetta var í raun 2 fyrir 1 hérna, handa Viski. Og ætlar eitthvað að herja á turnin, sýnist þér hafa ekki tök á því. Já, ég segi að Mjálki sé ólíklega frá deg og svo bara gufar hann upp. En það gildi vist þegar allir fara á hann. Við erum með þetta point and click CSC hérna hjá Sarsador. Það næra að stoppa Mjálki í sporum sínum. Já, spyrir hvort við fáum að sjá QSS eða eitthvað. Þetta verður núna Red Side heitir hérna. Kannski verður að náður. Þú ætla að fyrir komið í gegn hérna hjá Necro til að ná þessu. Það TB. Þetta Kameniak niður, annað. Smá ávinningur hérna til Sarsador. Baunadós að reyna að hörfa hérna í burtu frá Red Side heitir. Samt með svolítið mikið að dössjum, þarf að leiftra sér í burt. Og nú erum við að sjá Sarsador svolítið kom með smá pening í vasan. Hún að fá nokkuð sjöttan. Já, þetta huge. Minna við tölum áðan að Caitlyn hérna til að reyna að one-shota Squishies en Anni líka alveg fullfær það. Og það 4 príma skotmörk hérna fyrir það. Já. Já. Ég hugsa það. Þetta alveg mjög svona sprengjanlegt lið hjá Viski. Það geta allir dottið niður frekar léttilega bara fyrir utan Baunadós. Gún hérna. Núna samt ég ætla að taka niður Særunu. Þetta samt hennar kort núna. Það þessi stóri jafnaða leikur Summon Tippers sem að bara gjöra svo vel. Þú þarft að reyna að lifa þetta af. Hljóta komast með þetta. Það sýnist að What About Me eitthvað að reyna að færast hérna inn í lækin en búið að gróa af. Það búið að gróa af. Núna geti verið að Sarsador tekin hættilega lágt niður. Siggin ætlar að halda áfram eldan. Sosa líka náður. En þetta í raun að fara að vera Gún. Næra að leiktra sér í burtu. Red Side heitir hérna komin. Á þá báða hérna. Það að fara að vera no? Nei, hérna hann tekin og sprengdur upp. Og þetta að fara að vera Sosa núna. Það að fara að vera eldur að Kameniak. En engin annan dettur. Geggja flassina hjá Siggunum að dodja Ambessu ultið. Þannig kemst ekki neitt. Og VAM að eiga mjög góð place hérna og mikilvæg, hvað segir við, shutdowns? Ávinningur held ég. Mikilvæg ávinningi. En þú veist, gullmunurinn samt alveg huge. 3 drekar fyrir Viski, þeir eru að hóta sálinni. Og það þú verður ekki á orðabókinu minna. Særúnar Sálin. Særúnar sálin. Eða Sæsálin, þetta allavega sálin með Særúnar. Ég að fara að vera hérna á lista hjá þeim. Sosa hérna elda Baunadós en ég á hættulegum stað.
með Sjureilis hérna sem að fara að hjálpa Sósu að vera svolítið hraður hérna. Sjáum hérna gullmun. Já, við sjáum að Sarsodor yfir í gulli í miðjunni. Aðal maðurinn hjá þeim eins og Og annars þetta svolítið, já. Svolítið erfitt alls staðar annar staðar. Þetta mikið að mjög fett einstaklingur sem það þurfa helst bara að standa hlið við hlið og brosa framan í björnin. Já, ég að pæla. Horizon Focus á Ari. Þetta eitthvað sem virkar yfir höfuð? Þetta ekki þarf það að vera eitthvað álíka í burtu? Eitthvað svona 700 range eða eitthvað? Ég man það ekki. Þetta náttúrulega bara midlane item. Midlane item, já. Það ekkert annað. Ég hugsaði kannski búið að breyta því eitthvað, en senast ég vissi þá þetta svona eitthvað sem Seraph tekur. Sarsodor núna aðeins að berjast hérna við Baunadós. Vá, hvað hann sprengdist næstu því Baunadós tekinn hættulega mikið niður og últaður af Redside Hater og var ekki að búast við þessum skaða frá Sarsodor. Hann einfaldlega hvarf. Og að sjá eitthvað. Já. Og heyrist aftur á austum. You must ban the Annie. Arna TV hafði rétt fyrir sér all along. Nei, ég veit ekki hver eins á Ari. Það stendur víst að séu 600 eða fleiri units. Já. Það kannski eitthvað sem virkar með 2.5 eitthvað hann kemur einhver kú frá Sósjuna meðan að herjast á turnin. En Viski, þrátt fyrir að vera mjög yfir, þeir þurfa að passa sig á Sarsodor. Hann getur sprengt allir þeirra ef hann langar. Með einhverju risaúlti. Núna það að leitast eftir Sósu, gæti verið tekinn hættulega lágt niður hérna, Siggin að reyna að gera skada, tekur hann niður og hann Gún næstur, nei, þetta Mjáki, tekur niður Sarsodor, Gún samt núna að berjast hérna við Baunadós að fara að taka niður Redside Hater, þetta allir í liðinu hjá What About Me að detta niður, þetta leikur? Þetta geti verið að vera að banka á dyrnar hérna og það reist ekki Caitlyn að reyna að verja hérna en það ekki mikið sem getur gert að móta svona fett liði hjá Viski, Eina sem hann Red Umbrella getur gert hérna að taka niður þessa minions en mér sýnist vera bara Jóta snattra niður núna og vona það besta. Þetta gæti verið leikur hérna hjá þeim. Sósa að koma eftir smá en þetta mjög döður Red Umbrella. Báðir turnar að detta niður. Núna Nexusið að falla bara Sósa hérna eftir og þeir hljóta að taka niður hérna. 21. mínúta. Sarsodor að sprengja niður Mjáki einu sinni enn. En þetta var allt annað leikur hjá Viski. Alveg súper vel spilað hérna hjá þeim. Og báðir leikir bara ógeðslega svipaðir. Bara, nú byrjum við ekki sterkt og þú farið ekki að spila leikinn, þú farið ekki að vera til. Fyrir utan þess að Annie hérna sem getur verið ríkasta manneskjan í leiknum í lokin. Já. En, þetta var saklegt. Alveg, ég myndi segja að Viski hlýtur á að teki eitthvað smá svona mental break bara hérna eftir fyrsta leikinn. Bara ekki að heyrðu, við þurfum kannski aðeins að passa okkur núna. Þetta var bara, Viski spiluðu svo vel saman, það voru allir að færa sig bara yfir kortið, bara svona eins og liðsild, eins og þeir áttu að vera að gera. Seinasti leikur var aðeins öðruvísi, en þetta var bara æðislegt hjá þeim. Þetta var gott fallegt og við báðum með 3 leiki og við báðum með flotta leiki og þetta var kannski ekki jafnleikur, en hann var alveg eins og hinn. Já. Og þá þetta búið að vera jöfnserja. Já, nákvæmlega, það hvernig það virkar. Svo við getum búist við alveg enn í jafnari 3. leik, en við ætlum að rúlla auglýsingar og við sjáumst eftir örskamma stund. Málið. Býttu hann að skipta akrein?
Velkomin tilbaka og við erum bráðlega að fara að detta núna í þriðja leik kvöldsins. Fyrsti þriðji leikur í úrsláttakefninni. Það verður spennandi að sjá. Já, Fearless að fara að sýna sitt núna. Já. Hvað erum við að fara að sjá? Það er ekki, það sem þetta eru tveir leikir núna að vera að spila þá eru bara mjög mikið af hetjum, bara horfnar, einhverjir, 20 hetjur, bara farnarlega í stannum. Og nú erum við búin að sjá bönnin vera freka targeted, erum við að fara að skipta hvað pikka fyrst bara til að koma því í gegn, áður en öll 5 bönnin eru komin í hús. Þið búin að mikið fókus á supportið á toppið. Já, hvað er búið því? Ég hugsa að þið gætu núna bara að taka, sko þeir geta eins og við hugsum What About Me. Þeir gætu kannski bara haldið áfram að targeta þessu sporta, þar sem botnagreinin hjá Whisky búið að vera svona allan í senasta leik risastór og Necrophagist var bara að spila æðislegan leik, sama með Miyagi. En hún með mjög stórt jump-pool. Það er svolítið erfitt að banna hana út, held ég. Já, mikið enchantersan í boði. Já. Engin seri samt. Nei, þú fær bara einn serileik. Hún kom inn, við sáum hvað var ógeðslega góð í akkurat þessu leik. Já. Hvort að verður eitthvað eins og meiri núna svona target á toppbakreinina. Bönadós búin að missa Sioninn, Bundóinn og Gnarrin. Hvort þið taka út Choka því burtu frá honum aftur. Og Rumble, ég myndi gera ráð fyrir því. Já. Ég sé fyrir mér að reyna svona kominu yfir eitthvað, þú veist, og við vorum að pína þig, við vorum að taka 2 við bönnum, 2 viðbóð, þú neistir ekki Gnarrin, þú rústaður okkur á Gnarr. Ok, ætlum við að leiða þér að spila á það hina 2, eða viljum við reyna að taka þig meira og pína þig á eitthvað sem þú ert vonandi aðeins minna góður á? Þetta var góður Gnarr. Þetta var mjög góður Gnarr og sýndi hann sig bara mjög vel. Þetta var svona eitt af þessum hetjum sem hann átti eftir í lauginni og bara tökum hann og rúllaði hann Bessu bara alveg. Hann Red Set heitir hafði mjög lítinn séns. Hann fekk 1 kill þannig til að halda í vonuna og svo bara, never mind. Við sáum það ekki, svo það var alltaf tekið hérna. Nei. En báðuleikinu er núna búin að vera þannig að þetta bara byrja strax frá byrjun og svo bara snowballar. Verður þessi þriðji sami leikurinn? Já, ég hugsa, núna svolítið mikið á línunni. Þetta seinasti leikur fyrir, gæti verið seinasti leikur fyrir bæði liði núna. Það engir sensar, þetta þessi leikur og liðið sem vinnur kemst áfram. Það hlýtur að vera mjög svona, fólk að fara að passa sig svolítið í þessum leik. Já, tefla öllu fram. Þetta ekki tími til að geima eitthvað pocket pick sem þú ert búin að æfa í laumi. Núna þarf það bara að koma fram á borðið. Sé góinn? Ef hann kemst í gegn. Hann hefur, eitthvað eins og særa, eitthvað svona skríti. Ég veit sjá eitthvað skríti frá Sósu. Já, ég sé Sósu oft vera að Róma döma einhverjum skrítnu pikkum og maður sem, vá hvað það er gott. Og svo horfum maður á Róma og Jönnu. Þetta ekki alveg impactið sem ég á von frá þér. Þetta ekki hittið sem ég vil af skrítnu stöfi. Nei, Janna svona... Já, leiðilegt að sjá, Hún mjög góð, já, hún uppfyllir sér hlutverk mjög vel, það bara svona, ekki kannski mest exciting. Nei, en hún allavega ekki að fara að vera valin aftur, heppilega með Fearless, en ég að vonast eftir, kannski, Shake og Heimer fer ekki í gegn, ég veit það alveg, kannski eitthvað eins og Særa eða eitthvað. Særa líka mjög góð á móti tanksetnamerk alveg ótrúlega mikið skaða. Það getur líka verið bara eitthvað svona eitthvað skemmtilegra heldur en sé það. En við ætlum að hoppa bara beinir sér leið inn í hetjuval og hérna sjáum við hvað ekki í boði. Þar sem, við sjáum þetta bara hér hvað ekki í boði. En þetta líklegast að fara að vera Namiban, Namiban og Heimerban, þetta það sama. Þetta ansi kunnulegt. Skildi vera Emilio, það Emilio. Já, þið vilja ekki sjá þetta. Hrættir við þessa enchantera aftur frá Necrophagist. Það verður Lulu svo síðasta. Ég allítra, það Lulu. Lulu,
Emilio og Nami og það er Heimer, Wukong og Shaco alveg eins og fyrir, báðir leikir sem við erum búin að sjá hérna. En hvað er að fara að vera fyrsta valina hjá VAM? Það er að fara að vera Ash. Ok. Já, ok. Ég meina, það er eina hiturinn sem hann hefur spilað tvisvar held ég í deildinni. Og já, við sjáum Kog'Maw á móti. Skildi að vera Enchanter. Já, ég var einmitt að hugsa að hún hefur verið að spila einmitt Renata Glask sem er bara ótrúlega góð hetja finnst mér allavega og mjög gott paring hérna með Kog'Maw. Fáum svo hérna Serath og Nocturne. Það er bara globals. Já, við erum að sjá svolítið þú ættir að vera hræddur alltaf í raun sem viski. Þú veist ekki hvort það kemur allt í einu Nocturne á því, hvort það kemur örfljúandi smettið á þér eða einmitt Serathult bara frá læknum. En Serath er búin að vera mikið spilaðir í deildinni með að við svona hvað maður myndi búast við. Maður sér Serath eiginlega bara aldrei, finnst mér. En hann er búin að vera tekinn mjög oft í Kia-deildinni. Oftast í miðjunni, en Sosa gætir alveg spilað hann. Ég hef spilað mjög mikið með Serath Support og þú tekur það eitthvað með honum. Já, ég meina, jú, Ash, svo sum. Fínasta poke. Þú kannski teka eitthvað með svona meira traditionally harass, en þú veist, kombóður að virka alveg. Já. Þannig að gæti verið. Þá kom Strömbol í gegn. Við erum svo að sjá Yorick bann inn í þá til að vernda hennan Rumble. Ég hugsa að það er ekki gott matchup að vera Rumble inn í Yorick. Svo það allavega presence hérna af Yorick. Við erum svo að sjá Kiana bann eins og hefur verið að banna endalaust á móti Sigyn V2 og ég hugsa að Kali hlýtur að fara í burtu líka. Já, ef ekki að giska það fyrir hérna síðasta leikinn og við sjáum það vonbráðar. Já, við heyrum það. Við heyrum það, já. Viski er að fara að banna Ornn, svo þau taka Yorick og Ornn í burtu. Líklega bara eitthvað sem er mjög gott inn í Rumble-inn. Og svo seinasta bannið er að fara að vera Akali! Það var hún. Fínt, þetta er svona einfalt og gott. Já, er það ekki. Þetta er bara, já, alltaf sömu bann sína. Viski hans að breyta til með sínum bönnum aðalega bara, já, gefa Rumble svolítið svona aðeins meiri sveigjanleika en að það er ekki að vera fastur á móti Yorick eða Ornn. En hvað takar hérna? Lee Sin! Ekki oft sem við erum búin að sjá hann. En núna þegar allir þessir frumskóðmenn sem hafa verið spilaðir, Jarvan og Wukong og allir eru ekki í boði, þá já, Lee Sin er að fara að skerast inn til leiks. Já, það er ekki eitthvað sem ég átti kannski von á hérna. Nei, ég held ég ekki séð Catmaniac spila Lee Sin, en hlýtur að vera eitthvað svona pocket pick hérna hjá Catmaniac. Við erum svo að fara að sjá Galio. Þetta er annað semi-global. Eigum við ekki bara að fá Shen? Shen. Þetta er búið að vera að spila áður. Ég man ekki hvaða leikmenn var að taka þetta. Hvort það var... ég man ekki hvaða liðið spilaði þetta. Hvort það var Jötun. Ég held það. Já. Jötun tók Nocturne, Galio og Shen. Þeir ætla að fara í Lissandra sem þýðir einmitt. Já, Lissandra og Serath geta farið bæði. Býtum við. Ég myndi hugsa að Lissandra er býta aðeins. Rýnum í það. Galio er topp. Eða Lissandra topp. Við vitum ekki hvað er í gangi. Þetta er meira svona eins og ég þekki Sósu sem lætur mig klóra mig í hausnum og hugsa hann er ekki búin að spila Lissandru, hann er ekki búin að spila Serath heldur. Ég myndi halda frekar... Þetta er... Ég veit það ekki maður. Vladimir. Hver? Líklega miðjunni. Ég hugsa að þeir eru að taka Vladimir haldandi að þetta er Serath í aðstoðamannastöðinni.
Vladimir ætti að hafa fínan leik inn í Lissandra og Galio, kannski Galio eins erfiðari, en eru bara að taka þetta scaling fyrir seinni part leiks hérna, með þessum Vladimir. En þetta eru mjög áhugaverð völ hérna. Já, ég veit ekki hvort ég fíli Lee Sin pickið hérna. Nei, Það er ekkert frontline, nei, það viti, það er Lee Sin sem að mun bráðuna og jú, við erum með scaling en á meðan er VM bara að, já, Nocturne ulta og Gali ulta mögulega botlane, já, koma því að stað. Já, en á móti þá erum við rennandi klask ulti hérna og ef hann grípur marga þá getur líka Rumble ulti komið ofan á það svosum. en við ætlum bara að hoppa hérna inn í leikinn. Það er Lissandra á miðjunni og support Serað. Er hljóð, já, hann kemur það. Sergur að gera. Já, Cold Reductionið, byrja að stakka. High level stuff. þetta hérna, ég sá hann gera þetta einhvern tímann og ég var svolítið bara, já, hann seldi itemin aftur en já, hann heldur. Já. Hvað er pælingin hér? Já, hann er bara að reyna að halda þessu uppi. Já. Af því að passið hjá honum er svo sterkt þegar hann fyrir Jódræf og er alveg virkilega grimmur. Þannig að þetta getur gefið honum edgi þarna snemma. Því að, Já, við sjáum samt, sko, þetta er að fara að vera, jú, Lissandra í miðjunni, svo er Gali á topp. Rétt sagt heitir hérna, stendur hérna í þessum runna. Mér finnst þessi runni svolítið asnalegur þegar bætt honum við, en hann er svolítið bara þarna, eitthvað í miðjunni. þessi runni er fyrir mig að gleyma að hann sé þarna. Þannig að þegar ég labba á toppinu eftir að hafa verið að hjálpa liðinu mínu og labbin í Dariusin í level 1. Og þá man ég, já, það er runnið þarna og svo deyg ég. Það er alltaf mjög gaman að lenda í því. Við erum að sjá hérna Comet hjá Salvador. Ég hef verið að sjá Electric og Aftershock á Lissandru. Þetta er eitthvað meira svona poke-orientið hérna. Já, Sarsa. Já, reynhaldur sem lati mér niður og ná hann eftir. Sjá þennan skaða hérna sem Red Set heitir búinn að láta á Benedós. Byrjar hérna á tvöfaldvaffinu líka. Kom með hennar skjöld hérna á móti Benedós. Merðu tekið í gikkin í level 2. Hann er með Conqueror. Líka, það er mjög mikill svona AP skaði svolítið í liðinu hjá Viski með hérna Sigga, Benedós og Mjauki. Jafnvel, þar sem hann er með þetta. Hann gerir ekki galdra skaða á tvöfaldvaffinu sínu, hann Kogma. Held það. Minni það, svona verður með fullt af true damage. Já, þetta. Nýta það kannski vel. En Kogma fekk nefnilega nerf í dag. Attack speedið krísi frá Q-unu var minkað held ég 5%. Úr 10 niður í 5 í level 1. Kannski eitthvað að fara að gera hann aðeins verri. En Mjauki er allavega confident á þessu. Við erum að sjá hérna þeir taka Gali hérna mjög þægilega inn í Rumble. Þetta er þægilegt eins og hann er bara að íta skósunum undir turnin hjá Benedós. Núna setur svolítið pressu á Capmaniac hérna að halda sínum mönnum á floti þar til að geta skalað og byrja að gera ógeðslega hluti í teamfightum sem þeir alveg fullfærir Það bara má ekki gerast það sem gerist í hinum tveim leikjunum að annar lið og þá OM í þessu tilfelli bara byrji aftur að rúlla snjóbollunum sem breytist í snjóflóð. Já, nákvæmlega. Þetta er svolítið fyrir Viski núna. Þeir eru með mjög mikið scaling. Þeir vilja svolítið komast aðeins svona inn í leikinn. Það er Benedós bara næstu í drepinn af Red Set heitir. Notar hérna pottinn sinn og er orðinn svolítið lár og þetta passa sig ef hann Red Set heitir hoppar aftur inn. Já, þetta þetta var svolítið svo Trump viðskiptasamningur. Ekki það besta hérna í heimi allavega. Og Sosa. Og allir fara hérna úr leiknum bara. Býtu. Netið fór hérna líklega bara úr Vesturbænum með hvað sem þeir eru að spila og en við sáum ekki pásuna heppilega. Nei. Skemmtilegt hvernig það verður. Jú, býtu, hann er hún. Hei. Smá skemmtilegt hérna. Hasar í botnagrein.
Þetta er nú bara frekar, róleg byrjun svona meða við. Hvar heldur munu sjá hasarinn byrja? Hvar eru junglerinn að leitast eftir að fá kills? Ég er að hugsa að það gæti verið hérna, hann Sigyn, hann er svolítið erfitt að taka hann niður hérna, Vladimir, með 12 ég veit ekki hvort þeir að fara eitthvað að reyna að drepa hann þangað til kannski últin eru komin í hús. Það væri alveg ágætlega létt að sprengja hann allavega á miðjunni, svo ég hugsa miðjan. Þetta kemur pásan. Við fáum smá skemmtilega pásu. Ég vona að það leysir sem fyrst, en við erum ekki búin að sjá mjög mikið gerast eins og Nei, þetta er líka, eins og sagðir áðan, síðasti leikurinn og fólk kannski ekki alveg til í að við ætlum bara aðeins að chilla. En þú veist, mér finnst vera að pressa á hann hérna að keyra þetta í ganga, að byrja eitthvað og þú veist, leið og nóttin er komin í 6, bara byrja últa, leita, reyna að ná að drepa þennan Rumble. Ef þeir ná að beita púlið á Vladimir, þess að tala að þá kannski reyna að finna kills þar og þú veist, halda honum niðri. Því að hann má ekki bara fá að hanga millegin og farma og skala hérna upp í óvendarleikan. Nei, það er að fara allavega að vera svolítið vont handa What About Me ef það er sem gerist. En jú, ég hugsa að Rumble er að fara að vera svona léttastur að ná, sérstaklega með Galio og Nocturne. Ef við komast ofan á hann er líklega að fara að detta niður. Hvort við erum að fara að sjá eitthvað að skaða þangað til eins og últin er að fara að vera mjög mikilvæg hjá bara öllum liðunum. Þeir eru með náttúrulega stórt Galio-ult, þeir eru með stórt Nocturne-ult og Lissandra. Sarsalur geti byrjað að hreyfa sig kortið, en þetta er svona, maður veit ekki alveg hvað er að fara að gerast eins og er. Þetta er mjög jafnt, náttúrulega nýbyrjað leikur. Vonandi komast þeir bráðlega inn í leikinn, en svona með einhver netvandamál þá er þetta erfitt. Já, við getum spáð í spilinu svo okkur eftir í hug. Hvað, bara til að halda samræðinu gangandi ok, mín upplifun af Lýsin hefur verið að hann sé svolítið gerður úr frauði. Já, hann er allavega ekki byggður eitthvað til að vera á framlínunni, eins og hann var svolítið eiginlega bara látin í þá stöðu núna í þessu liði. Það er enginn að fara að vera með meira líf heldur en Lýsin líklegast. Þrátt fyrir að hann verður kannski bara með eitthvað Black Cleaver og ég veit ekki hvað annað. Það er jafnvel væri Black Cleaver góður með þessu liði með sér. Nei, það eru long swords, Lýsin minn. Það er einu sem þú færð. Þau hafa nú svo sem reynandi últíð í að þetta er rosa svona góðin lið á móti Nocturne, Galioin, jafnvel Lissandra hann hendur klónu út. Já. Og þá getur reynandi últíð svo sem stoppað hægt á allavega keypt tíma fyrir Kókmann að bakka og dæla út skaða fyrir Equalizerinn að koma og mögulega dæla út einhverju. Svo lengi sem að leikurinn svona temmilega jafn, allavega snemma í liðnum. Já. Ég hugsa það er svona allan að besta þegar verður ekkert að gerast, en það er svona með eins og Ansarst og Ráli Söndrunni. Ég hugsa að win-conditioni svolítið fyrir þá er að ná últinu á hann Mjáki í seinna part leiks. Það er svolítið þægilegt að vera með point and click rót bara, hún nærð, hann er eitthvað síðan fastur, hann getur ekki gert neitt. Og við náðum Galio stönnunu og hérna kemur Nocturne fyrir. Far vel, Kókmann. Takk fyrir að taka þátt. Núna fær að nýta passið þitt. Ég hugsa að hlýtur að vera QSS, kannski kemur allavega svona seinni part leiksins. Ef þetta fer það langt, við náttúrulega vorum að sjá bara 20 mínúna leik sem við vorum að horfa á. Svo þetta er svolítið svona hvernig þetta verður er pæling, sko. Er þessi leikur að fara að vera bara allt í einu á þegar allir ná level 6? Allt í einu eitt liði komið 4 skall yfir og svo bara rúlar þetta og bara búið. Það gæti verið þannig og tilfengið mín segir að það væri þá VM sem við myndi gera það. Það þarf ekki að vera af því að við fengum 2 mjög ólíka leiki hérna frá liðunum. Þannig að ég veit ekki, það væri bara best að geta fylgst með og sé hvað gerst næst. Já, ég er allavega vonast eftir að þetta fara að vera svona jafnleikur. Ef við fáum ekki jafnan leik sem þriðja leikinn, það er svona leiðilegt. Það bara, það var með að viski þið bara
rúlluðu leiknum og þetta er bara búið. Og það bara, jæja, ok, gaman. En eins og ég held að svona leikjaplanið hjá VAM að fara að vera ekki leyfa að koma seinna inn í leikinn. Já. Það getur ekki verið of gott. En ég að hugsa hvort við getum séð kannski hvernig seinasti leikur fór eða eitthvað. Það var náttúrulega viðureign í gangi eða búinn eins og Það var Capo og Fenrir. Ég veit ekki alveg hvernig staðan eins og hjá þeim, en seinast þegar ég sá, þá var það Fenrir með 1-0. Þetta sem sagt að fara að vera, liðið sem vinnur þann leik að fara að keppa móti liðin sem vinnur þennan leik. Skemmtilegt að sjá hvernig það fer. En þarna sjáum við að það 2-0 fyrir Fenrir og þeir þá komnir áfram í undanúrslit. Leikurinn sem var á streyminu hjá þeim Octopusi. Það var að sýna hann leik og ég býst þetta voru góð viðureign. Ég heyrði að ADC-in hjá Fenrir var að spila Vayne, það er alltaf gaman að sjá. Ok. En við sjáum hérna Whiskey VAM, þetta eina jafna þá viðureignin í undanúrslitum. Og þetta svona pæling hvernig undanúrslitinu fara. Við erum að fara að sjá Dusty Cool Beans í næstu útsendingu. Sem verður skrautlega að sjá. Við erum ekki búin að sjá mjög marga Dusty leiki nefnilega, svo það að fara að vera spennandi. Já, Dusty hvað? Töpuðu 1 leik, Cool Beans töpuðu 4 í deildinni. Já. Svona furðulega þá var það sem sagt Dusty þeir töpuðu á móti Capo. Það var eini leikurinn sem þau töpuðu. Held að þau voru á móti AP Twitch í miðjunni. Eða eitthvað hannig. Svo það svona eina leiðin kannski til að taka á niður. Ég að svolítið að bara... Hún var rosalega kunnuleikunni. Það svona, eina leiðin til að taka niður einhverja eins og Dusty að fara að vera með einhverju skrýtnum. Eitthvað sem þeir búast ekki við. En við erum ennþá allavega með einhverja tæknilega erfiðleika. Ég veit ekki hvernig staðan á liðunum eins og en mér sýndist að vera einhverjir erfiðleika við netið sem gerist á bestu bæjum. Eitthvað netfyrirtæki sem að styrkir útsendinguna? Nei, við erum með... Þá megum við? Já, við megum segja að netið... Við megum vera að tala að netið vont. Einu styrktaraðarnir okkar eru auðvitað Kia og Red Bullið góða. Það eiginlega að fá mér annan. Og auðvitað að rýna hérna. En, skemmtilegt. Sjá okkur að góða myndir. Nei. Hóruð á Long Walk í gær. Það var mjög niðurdrepandi mynd. Já, það ekki? Jú, ég var eiginlega bara leiður eftir á. Ég sé klippur úr henni. Ég hugsaði, veistu hvað? Ég ætla ekki að horfa á hana. Ég hugsaði að þetta er ekkit eitthvað sem ég veit ekki hvað ég var að búast við. Myndum fullt af fólki að labba og svo deyja allir. Spoilerar maður. Úff. En hægt og rólega. Þetta er ekkit spoilerar. Það er eitt sem vinnur alltaf, sko. Það er premiss á myndinni, sko. Ok. Og þú sagðir ekki hver deyr? Nei, ég sagði ekki hver deyr. Það er bara fullt af einhverjum að labba og einn dettur niður og þetta hljómar eins niðurdrifandi og myndin var. Má spoila twistunni í Sinners? En nú var langt liðið síðan hún kom út. Hvenær kom Sinners út? Í sumar einhvern tímann. Já, veit ég ekki. Ok, það er twist í henni. Ok. Þarna fyrir út að borða með nýja teiminu mínu og svona kynnast þeim og kjafta og eitt fyrir að tala um hvað Sinners er frábærmynd og allir að sjá hana. Og ég minni endalösu visku, ég æl út í hana, þarna það sem að þetta gerist. Sigtryggur, þetta voru frábær fyrstu kynni. Já. Dásamlegt. Það er ekki gott að vera að spoila svona. Nei. Það er svona, maður dettur oft í það að gera það óvart, það er leiðilegt. Ég var einmitt á Rocky Horror Show, ég hef aldrei séð þessa mynd áður og það voru allir aðrir búin að sjá þessa mynd þegar ég fór á hana daginn í bíó. Er þetta svona sýnið að þú tekur þátt?
Nei, þetta var ekki þannig sýning, en Nú? fólk tók svo sannarlega þátt. Og var það alveg, já, það var fólk bara að standa upp og dansa, Hrópandi hrópandi fyrir þá einhver stóð hérna, bara upp úr sást ekki myndina lengur. Ok, þannig þú vissir ekki að það yrði þannig. Nei, Þú ég hafði ekki ekki búin að sjá hugmynd. myndin áður. Nei, Hvernig var upplifunin? þetta var ótrúlega skemmtileg mynd. Ég var smá svona ángraður fyrst að það var svona fólk fyrir fram með kveikjara og ég bara starfa á þessu kveikjara. Hvað gerast? Annar einn út í gangi með vasaljós uppi og ég var ekki hvað er í gangi? Svo náttúrulega já, þegar kom eitthvað svona danssena, þá bara stóð svona, ég vil ekki segja einu sinni meiri hluti, það stóð upp svona kannski 20 manns í fullum sal og voru bara svona að dansa hérna fyrir fólki. Ég held að það sé geggjuð upplifun ef þú ert búin að sjá myndina 20 sinnum og þú vissir að vera að fara á þetta. En ég get ímynda mér að það hafi verið örlítið ruglandi. Ég vissi ekki, og svo eftir á þá sá ég eitthvað svona TikTok að já, allar sýningar á Rocky Horror, það er einmitt svona og að hrísgrónum flykt út allt og gólfið og eitthvað, ég hafði ekki hugmynd. Ég er svo undir stein og þetta var upplifun. Hefurðu séð The Room? The Room? Já. Það er eftir Tommy Wiseau, já, ömuleg mynd. já, ég sé hana. Félagi minn, ég fór með honum og nýrri kærastan hans, ætli það hafi ekki verið chaperón því ég spáði í. Já. Og við fórum og sáum The Room og það var akkurat svona það sem að áhorfendur eiga að taka virkan þátt og við vissum það ekki. Nei. Þannig að þessi ágæta stelpa sem var með sem að hann var svona að reyna að vera eðlilegri en hann er í kringum hana. Já. Og svo situr hún að borða poppið sitt og allt henni fyrir að rigna plast hnífapurum yfir hana. Því það er gert, þú tekur þið með þér og hendur þeim í skjáin. Og þannig að hún svona byrjar að tína skeiðar upp úr poppinu sinu, svolítið hrætt og ráðvillt og já. Þetta er svolítið svona, já, maður veit ekki alveg hvað maður að fara inn í, sérstaklega með eitthvað svona bíósýningar sem eru oftast bara allir fara inn, allir þegja og horfa á myndina. Og svo, please, ég er að reyna að heyra hvað Avengers er að segja. Ég lendi þessu, ég fór á Minecraft myndina með mín börn. Já, það er, ég heyrði svolítið svona. Ég var búin að peppa mig, bara já, ok, þetta er glötu mynd en Jack Black er minn maður. Og svo seti ég og hugsa, ó nei, þetta er 300% Jack Black, það er of mikið Jack Black, jafnvel fyrir mig. Og 50 krakkar að hoppa og henda poppinu sinu eitthvað. Mér langaði bara að horfa Jack Black. Já, ég hugsaði þetta tók svolítið að stað með náttúrulega TikTokinu, Chicken Jockey og allt það. Sérstaklega íslensku þýðingarnar, fórstu á hana á íslensku eða? Ég fór á hana á íslensku, ég fekk dubbaðan Jack Black. Já, á Willi Neto held ég sem var hérna að tala fyrir Jack Black. Ok, Willi Neto er frábær gæi, en Þetta langaði í bara. mér langaði Jack Black. Já. Og ég mæti hana, strákar, og við viljum fara á ensku það ekki? Nei, við viljum fara á íslensku. Kjúllaknapi. Ég þarf að gera þetta fyrir börnum mín. Kjúllaknapi, gera þetta fyrir börnum mín. Svo sitjum við í bílnum að leiðinni heim og þeir hafa ágjörðið hvað ég er þögull og ég er með svona skeifu. Þetta var ekki bíóupplifun sem mig langaði í. Nei, ég hugsa á örugglega mjög öðruvísi. Já, þegar þú varst að búast við þessari mynd. Ég ákvað ekki að fara á þessa mynd. Og hún er allt í lagi. Já, nei, eina sem ég svona fekk úr þessari mynd var ég fór á McDonald's í Svíþjóð. Þeir voru með svona Minecraft meal. Það er eina, fekk ég eitthvað dót frá myndinni. Það er eina upplifun mín á myndinni. Og mjög gott. En, jú, League of Legends, það er ekkert að gerast. Hvenær ætlar Jack Black að talsetja champion? Það væri nú skemmtilegt. Hann hlýtur að koma. Ég held að það er einhver mynd að koma út. Ég man ekki hvaða mynd. Five Nights at Freddy's 2. Hann er að leika eitthvað í því. Hvort hann er Freddy eða eitthvað. Er hann að leika Jack Black? hann er verið líklega í einhverjum svona búning. Nei, ég trúi þér ekki. Ég ætla að googla það. Ég held að hann er hérna leik eitthvað í mitt. Þetta er bara mím. Við getum, er þetta mím? Ég veit það ekki. Við þurfum að rannsaka þetta betur. Já, það kemur hérna næstu útsendingu hvort að Jack Black er í næstu 5 nætur á Fredda. En Jack Black situr í stofunni hjá sér heima og horfa á okkur. Trúir ekki við sem að segja þetta.
Þú ert frábær, Jack, sorry. Já, hann auðvitað horfa á Kia-deildina hérna, Sjónvarps Símans. Já, það er náttúrulega delay því að hann þarf að heyra dubbu útgáfuna sem að Villi Netto tala fyrir okkur báða. Já, auðvitað. Það er auðvitað skemmtilegast. Það er gaman að hann er að tala fyrir okkur. En, jú, þetta er svona skemmtilegt sjónvarp. Ég get alltaf áfram, ég er með miklu meira, sko. Já. Ok, ef að við myndum dubba League of Legends, Já. bara full on, þeir eru búin að vera að þýða þetta og gera virkilega góða hluti, Já. tökum bara alla leið, Já. fáum íslenska þýðinguleikinn og þá er spurningi mín til þín og til ykkar, hvað champion myndi Laddi ekki tala fyrir? Ef við gerum ráð fyrir að hann tala fyrir 150 af þeim, Já. hvern dekkar hann ekki? Sko, hann er náttúrulega vel þekktur fyrir tala fyrir alla strumpana. Og ég hugsa, það er svolítið mikið að karakter í strumpunum. Þeir eru með alls konar. Það er erfitt að, ég hugsa, kannski Rammus eða eitthvað. Ok, og hvern fáum við þá til að tala fyrir Rammus? Jón Gnarr eða eitthvað. Já, yes! Fáum hérna Jón Gnarr á Rammusin. Nei, hann þarf að dekka Gnarr. Já, Það Gnarr. verður skinn líka, Jón Gnarr, og þetta er bara Jón Gnarr hlaupundum að kasta búmerungum. Það væri skemmtilegt ef við væri með svona íslensk skinn hérna, bara hönnuð fyrir Kia-deildina. Það væri náttúrulega gott líka að hafa Kia-bílinn fyrir Sion, sko, þegar hann últar. Það væri eins... Krakkar, hvað er langa tíma til að græða þetta? Ég veit ekki, næstu útsendingu viku. Reynda, ef þeir eru að fara að taka Sion áttir, það er Sion í öllum leikjónum. Hann hlýtur að vera næsta miðvikudag líka. Ef hann er ekki bannaður. Svo líkur laugum upp í hérna Kiana. Já, getur verið Kia hérna. Hversu mörgu tjömpu getur við breytt í bíl? það er pæling. Damn. Ég hugsa að allar hetjuna sem hérna eru með mount, það eru verða á bíl. Ég hugsa eins og hérna, hvað er það? Corporate Mundo, hann keyrir bíl. Það gæti verið bara Kia Mundo. Nákvæmlega, og þetta er svo augljóst. Þetta er mjög augljóst. Keyrir niður akreininnar. Ég treysti að það er einhverju chattunni sem er bara byrjaður. Ég vona það. Já. Það er Rell, það er Sejuani. Ég veit ekki alveg hvernig maður er að fara að breyta í hérna Kia í nafnið, en það er hægt að finna út úr þessu. Það eru til. Ég ætla að fara að googla típur af Kia bílum eða kannski fullant gengið. En það er margt hægt að gera hérna. Já. Ég held að þetta er allavega eitthvað sem ætti að vera rannsakað, sko. Við vorum hérna, leiðilegt að við höfum ekki aðgang að hérna eins og svona custom mappi hérna. Það er bara auðvitað Riot sem fær að gera það til að láta banner svo svona inn í leikinn. Og satt að segja, það er svolítið flókið að gera custom map skin. Já, svo sem. Það sem einmitt meiri segja champselektu okkar virkar ekki í stundum. Bara gráir kassar í staðinn fyrir hetjunar okkar. Lítið fyrirtæki. Það er eins eitt besta. Já. Mark Marul sleppti að kaupa sér 4 snekkina sína. Já, ég hugsa, ég veit það ekki, hann þarf eiginlega 50 og þá hérna... Við erum ekki að kaupa nóg að skinnum. Já. Þetta eiginlega skrifast á okkur neytundunar. Já, ég hugsa að það þarf að fara að græja það, byrja að kaupa eins mikið að skinnum og hægt er. Ég ætla bara að segja öllum hérna í chatinu að fara að kaupa eyða pening í League of Legends. Ekki taka ráðunum. Vissu þið að það er komið fjárhættuspil í League of Legends? Það opna box. Nei, fjárhætta vond. Ég fíla ekki fjárhættu. Nei, þetta er glata kerfi. Já. Þetta er bara... Endalaust hérna, já. Við getum ekki að tala of vondum hérna. Já, við leikum niður þarna hérna upp á skjá. Við erum bara... Já, það er svona að fer að halla á fyrirtækið þegar það líður á. En ég fullt að trúa þeim og ég meina, ég má ekki vera of leiðilegur. Við erum að fá vetrarmappið. Þetta er sko eitthvað sem við erum búin að bíða eftir bara að eilífu. Að eilífu. Ég held ég fekk að sjá þetta bara eitt splitt. Ég byrjaði náttúrulega í season 4, svo ég fekk að sjá kannski 2 eða 1 vintermapp eða eitthvað þannig. Það var ekki mikið allavega sem ég fekk að sjá. Þetta var svo gaman. Já, skemmtilegt. Þetta er hérna, hann Baron kemur upp með svona jólasveina húuna og... Það gleður mig líka svo hvað þetta er ekki bara eitthvað svona, við viljum gera þetta snögglega og illa. Þetta er greinilega fór mjög mikil vinna í þetta og þetta er ógeðislega flott. Við erum nú að éta vel hérna.
hérna Já, já. frá League of Legends. Við getum ekki verið að tala of neikvætt þá. Ég er að fara til Tengdó jólin á Hornafjörð og ég er að taka tölvuna með mér og ég er að spila League því að þú veist, ég þarf að nýta mappið á meðan hérna. Þið skiljið ekki. Nákvæmlega. Kemur þetta einhvern mann áttur? Kannski. Lítur að koma, þeir eru með mappið. Eftir 12 ári viðbót. Þá kemur aftur snjómappið. Þeir eru meira sem með sko snjókalla Urgot, gamla Urgot. Já. En hann er ekki, þetta sem ég vill frá League of Legends. Þetta er skemmtilegt að sjá sko. Og ég er glaður, jólin er að fara að koma í ár. Þetta er svolítið... Án jokes. Ég fekk svo mikið nostalgíu kast. Já. Og það rifist upp fyrir mig jólin þegar maður satt þarna að spila LOL, snjórútið, snjórariftinu og ég vil líka svo löngu bara gefa upp alla von. Já. Að það bara kom svona þvílík hlýja hérna inn í mig bara, vá, jólakraftverk geta gerst. Svo sannarlega. Takk litla fyrirtæki. Svo þarf maður bara að fá aftur hérna Hrekkjavökumappið. Það er náttúrulega næst á listanum. Það kemur til 12 ár. Tæknin er ekki þar. Nei, það er ekki hægt. Það verður skemmtilegt að fá hérna eins og staðin fyrir hérna hænunar koma bara reiðs aftur. Og hérna... Ég man þetta svo vel og hvað maður að spá líka í lórunu hérna þegar Twisted Tree Line breytingin kom og það er einhverja raddir, það er fólk að tala saman og einhverja lór bara, hvað eru Ruined Isles? Oh my god, hver er þessi Ruined King? Svo, ekki neitt þar til Viego kemur. Ég var vonsvikinn þegar Viego kom. Ég var að búast við svona Arthas típu, svona eiginlega eins og Mordekaiser er í raun núna. Ég var að búast við einhver gamall kall í raun. Og kemur bara einhver ungur maður með sixpack og hann hérna... Og alltaf með svona rent og opið. Já, ég nákvæmlega, ég hugsaði nákvæmlega sem það búið að byggja upp í svona stóran, gamlan, voldamkonung og hvað er gæja þetta? Og það er ógeðslega gaman að spila en Ruination verður samt örugglega hvað var þetta ég lent? Ræjótt, hvað var þetta? Þegar einhvern veginn komur rengararninn bara gerðu náum í Ólaf. Hann ætlar að fara til skugga eyjunar. Og ég bara nei, af hverju er Ólaf og rengararna? Ég var að búast við að Yorick loksins, hann var að fara að koma hérna, berjast. Ég er mikill Yorick-spilari. Yorick, er hann með eitthvað lór eða? Er hann eitthvað teindur Ruined Isles eða? Já, eitthvað smá hérna, kannski er þetta bara svo sikk og skrifaður úr bara. En veistu hvað? Nei! Við erum að fara inn í leikinn og við mistum ekki mikið af hérna sýnist mér, bara 5 mínútur farnar af leiknum. Og þetta er bara, sýnist mér að byrja þar sem við hættum. Eftir að tala um myndir inn í hálftíma þá, hérna er maður svolítið svona komin undir því. Þetta eru Minions, skósveinar og skósveinar er akkurat skemmtileg bíómynd. Já, nákvæmlega. Elskaði skósveina og er ekki skósveina 2 líka komið. Hérna, það er alltaf gaman að ræða einhverja popkúltúr hérna. En nú fáum við að gera það sem við gerum best og það er hérna að tala um League of Legends. Og við vorum að tala með náðan Ganga Baunadós, Gún er að fara detti level 6. Já, ég skilji hérna Red Bull. Þú átt skilji Red Bull. Því líkt fagmennska sem þú sýndir hérna. Aftur séum við Kampmaniak vera að taka dregan og mér sýnst hann að bara komast upp með það. Sýnist það. Það var spottaður af Hauk. Þetta er eitthvað sem Viski hefur verið að gera í flestum leikjum sínum. Eru búin að vera svolítið með svona alveg yfir á dregum. Það var mjög skrítið að sjá það í fyrsta leiknum að þeir voru bara ekki þar. En það var ekki þar. Siggi Vaftur hérna er tekið niður, er að fara að fá hérna heal frá últinu. Það er að vera náttúrulega að halda sér lifandi. Sarsador og Gún hérna, svo ég held að myndi gerast. Reyna að taka Sigga niður. En bara tókst ekki. Já, náðu ghostinu og þá er spurning að reyna að nýta sér það að meðan kuldan er að ná killi, að reyna að koma Sarsador á stað hérna svo Sarsador geti byrjað að róma og verið með vesen. Já, það er Viski sem er þá tæknilega séð á undan. Já, eru hérna freka þægilegir eins og er allavega. Ekki með landa neitt. Þetta er einmitt sem þið vilja, 7 mínútur inn í leikinn, engin döðar. Vam þarf virkilega að byrja svolítið að spýða í lófana.
Svo sen að þarf að ná að hæri klika til að fá mana sitt aftur. Það sem getur náttúrulega gæst til að 16 á þessu botlinni er að Ash ulti lendir og yfir í orbið frá Serath og allt börstið hans sem ætti að þýða summoners frá Mjálki eða Necrophagist. Það var náttúrulega búist við því. Við erum búin að Necrophagist er búin að nota healið. Eitthvað var gert hérna. En máli með þetta allan að botlane hjá Red Umbrella og Sosu. Þetta er svolítið svona hættulegt, sérstaklega þegar Ash er með últið. Þá geta rotað annarkvort Mjálki eða Necrophagist mjög lengi. Já, og maður þarf að vera svo tilbúin, maður þarf að vera á tánum að mjög líklega jafnvel, að bara flassa frá örinni eða þú getur ekki dodgað hana. Líka því að Koggo er að kera köllið og boots sem er bara svona klassískt í Koggo býða þar til leikinn. Og það gerir ekkert mjög mikið snemmilinn. Alls ekki. Últið nær alveg bara engum. Hann ætlaði að nota þetta til að taka þessa kastiminjuna hana held ég. Push waves. Aðeins hérna, já. Hann kemur hérna últið. Örin fer bara þræðir þetta í gegn og hittir engan. Og er það mjög leiðilegt. Gún eyðir öllin upp til einskis. Nei, reynda flassinu, jú. Það er eitthvað. Þá segjum við saman, við vorum að segja með Siggan að núna þarf nýttist að það er Kogg á botlane með ekkert flass og vinsæla strepan má ekki leyfa fólki bara að skeila inn í friðin sjá hvað keppninu gerir. Já, núna satt Necrophagist flasskúrinn að Sosu í vegginn. Kamæniak er mættur, gæti verið að Sosu að fara þetta niður hérna. Er að fara að ná flassinu hérna. Er samt bara að leyfa Kogma að fá hérna fyrsta blóð leiksins. Kamæniak núna er að flýja. Red Umbrella hlýtur að taka niður hérna kjölfærið. Núna er tvöldafið ekki að fara að halda hann á lífi of lengi. Og þetta er 1-1. Ég fíla þetta. Ég segi þetta ekki bara sem grjótari radíkari megin. Bara koma gullunni yfir á Kogg. Komum á þennan punkt þar sem komum okkur items og orðin allir nú ógeðslega hættulegur. Gefa hann bara aðeins meira að borða. Já, núna erum við að sjá hérna. Rétt að þið eru byrjaðir aðeins að hafa erfiðan tíma hérna. Móti Benados. Þetta er bara mind games, hann poppar últíðin og nákvæmlega ekki neitt til að segja Redside heitir ég ætla að vinna þig án þess að equalize þig. Ég veit ekki hvort þeir eru búin að laga en ég man að á tíma Rumble var, hann gerði bara minna damage með kúinu á Redside held ég. Já, bara ógeðslega langa tíma. Ég veit ekki hvort þeir eru búin að laga, Það var rætt um það, já. Einhver sagði, úps, það fyrir að láta okkur vita. Fyrirlegt að veit það, en svona Sosa komin, flassan í burtu hérna frá enu. En Sarstro er mættur og er með ult, svo þetta hlýtur að vera mjög dauður Benados. Hann kemur ult í hérna til að taka minions. Já, ég stiði það. Ándjóks, bara sure. Ég hugsaði þetta var einmitt sem hann þurfti að gera en þá er hann ekki að missa neitt. Já, hann með típi, hann kemst aftur á lane. Mjög flott flass, bara því miður, þeir voru fleiri þarna en áttu vona. En þetta þýðir að þeir í UM ættu að fá allavega 2 og jafnvel 3. Maðka, ekki? Maðka. Jú, maðkarnir. Og er þetta fara að vera 3 maðkar? Það er ekki oft sem maður sér 3 maðka falla til eins liðs. Kamæniak ekki nógu fljótur hérna. Það ná í 1 maðk. En við erum hérna... Nú það mjög ekki að passa sig, það er Asur í bóði. Nákvæmlega, þetta er ekki flókið. Koma, Arkin Orbið. Er með barrier, Sosa þarf að henda hérna í 12 og 1 Q eða E. Hanna kemur að í gegn og þetta er Feet of Warfare eða Hildardáðið. Handa vam. Og þetta er hættan við að supportum hans Rómi, þegar maður spila Kogmo, þú mátt bara ekki vera á leininu ef að hinn með eitthvað CSI. Sérstaklega ekki þú ert með flassið, þá bara verður að býta í að súra að þú ert að fara að missa waves. Já, núna er Siggi og Necrophagist að múfa hérna á Sosu og Red Umbrella. Teleportinn. Sarsator að koma. Kamæniak líka, Sarsator er hérna ekki með últið fyrir þennan barða. Er með flassið, hann kemur Necrophagist með últið, þetta hlýtur að vera allavega Sosa sem er að fara að tekið niður hérna. Þeir eru mjög hægir samt að taka niður Sosu. Þetta er hérna á Siggi með 1 kill. Þetta er allavega maðurinn svo vildir að fengi smá gull. Já, Umbrella með frábært flassir og hostile takeover hefði verið steindauður annars. En þetta ætti að vera dregið þá fyrir Whisky nema Gún vilji reyna eitthvað hérna, ég sé það ekki fyrir mér eða hvað. Ég held að hann hafi kýtlað í puttana hann að góða á Mjálki. Ok, ég hlýt að vera eitthvað mjög með Ari, þú útskýrir fyrir mér í pásunni að Horizon Focus virkar últið. Hvað með Vladimir? Últið kannski? Þetta er ódýrt item og mikið góða stöttum.
Ég hugsa að það hlýtur að vera það. Ég sé það ekki fyrir gegn hana eins og Ái? Svo það hlýtur að vera últíð. Það var eitthvað að vera reyna að taka niður en hann stúnar Ég veit hann hlýtur og sprengtur. Sarsdór, þetta brella. Þetta svo öflugt, þú veist, allt þetta síðan sem þeir hafa. Og við erum að fara í aðra pásu. Skósuna 2 fannst mér ekki upp skemmtileg mynd og Skósuna 1. Nei, ég er sammála, ég horfði einn á Skósveina 1 og það var bara æðislegasta föstudagskvöld sem ég hafði í langan tíma og ég bara verð að segja að Skósveinar 2 var ekki alveg nóg gott með að við. Ég er sammála. Já, en nei, talandi eins og áður, Rocky Horror. Ég tala ekki nógu um myndina, hún var æðislega skemmtileg. Ég og kærasta mín, við vorum bara mjög glöð eftir myndina þrátt fyrir þetta allt og það var bara æðislegt sjó. Það var svolítið gaman að sjá fólk bara að vera svolítið með. Þetta svo mikið köld klassík þessi bíómynd og fólk elskar hana. Þetta bara, og þau eru búin að vera að horfa á hana núna í 30 fleiri ár aftur og aftur taka þátt í þessu viðburði bara því að það svo gaman. Þetta bara skemmtileg mynd. Ég veit ekki hvað gerast í henni. Nei, en jöfull er hún skemmtileg. Ég googlaði plott eftir á. Hvað þýðir þetta? Ég var svona og þau eru geimverur. Ég vissi ekki að voru geimverur. Það var svolítið bara geimverur mættar. Ég hélt þetta væri svona frá því bara veit ekki neitt um hana. Ég vissi ekkert um hana. Ég vissi að var hann Tim Curry, hann var aðalmaðurinn dansandi og svona og ég vissi ekki mikið meira en ég held að þetta væri svona draugar og eitthvað en nei. Þetta var eitthvað. Vissulega og Meatloaf. Já, það var æði. Þar til hann dó. Já. Það var æði samt. Spoiler. Já, ég meina mynd frá 70 og eitthvað, ég held að má alveg spoila henni kannski. Já, komið tíma á það. En já, ég veit ekki hvað gerist við leikinn. Ég að giska einhver með netvandamál og ég held að allir ætti bara að bruna upp í að rýna til að taka restina af leikjunum sínum. Eða restina af leiknum. En pásutæmirinn getur ekki verið of lengi. Hann bara max 30 mínútur. Við getum teikt lópan smá í viðbót, sko. Ok. Brjótum vanum tölum aðeins leikinn. Við sáum hvað þetta er ógeðislegt kombo. Já. Setja stunlock á og þegar að viskir að keyra svona high priority targets sem þú vilt læsa niður og ákveður með mikið á flottum tólum í það. Já. Þú fær ekki að spila leikinn. Alveg sko, þeir eru að spila svona tímkompi bara alveg súper. Þetta er æðislegt að sjá þá bara henda Ashvaldi út, fær ekki að hreyfa sig, kemur eitthvað annað stönn og ef þeir eru að taka niður þessa lykilmenn eins og Siggin og Mjauki þeir eru svona aðal damage-dealerinn fyrir liðið. Þetta er að fara að vera frekar einfalt þann daginn að gera það seinna meir í leiknum sérstaklega. Já, þannig að þú veist að tala um QSS, já, alveg bókað og Crucible gerir ráð fyrir. Já, þetta er nefnilega hörkuspennandi leikur og verið gaman að sjá meira af honum. Já, ég hugsa það að þeir þurfa svolítið að fá sér, ég veit það ekki, ef við værum með netsponsor þá myndi ég segja að fá bara, já, þann netsponsor. En þeir, hver veit, kannski býr einhver út á landi með þess verra tengi og ég held samt að þeir eru allir í bænum. Já. Ég horfði á Conjuring daginn. Já, þessa nýju þá? Nei, fyrstu. Ég sé Conjuring 4. Það var einu sem ég hafði séð. Og hvernig var? Það var bara mjög skemmtileg. Já, mér sýnist, myndina hafa færið svona niðurleið. Allavega ég hef heyrt það frá mörgum. Fyrstu svona hafa verið svona áhugaverðar. Ég ætla að klára sér að segja ég horfði á Conjuring 1, svo horfði á Conjuring 2 og ég er 36 og svo fekk ég martröð. Og mér dreymdi Conjuring. En, nei, þetta er ekki tíminn fyrir mig að rífa Conjuring-seríunni í mig. Nei. Þannig að ég bara segja, ég sá Conjuring í dag. Já. Og ég hef skoðanir Conjuring-myndinar ef þið viljið ræða þær einhvern tímann, ef þið hittir mig. Já, þetta er svona, ég held að, ég horfði senast á Conjuring fyrir einhverjum, bara þegar fyrsta kom út, ég held ég ekki voru að snerta seríuna síðan.
Það er mjög áhugavert að horfa á þær í ljósi þess að þetta er byggt á alvörum manneskjum sem sögðu bara fullt af hlutum. Já, Þá já, svona þetta. horfir á, já, nei, þess vegna er þetta atrið. En martröð, þannig að ég fekk það sem ég vildi. Já, þú vildi sem sagt fá martröð. Það er spooky season. Já, Hrekkjaveikan. það er satt. Ég þarf að vinna meira með það að fá martraðir í október. Já. En það er svolítið martröð núna að ekki fá að horfa á League of Legends. Svo ég held að... Þetta er lifandi martröð! En, jú, það er skemmtilegt, sko. Ég þarf að vinna meira með að svona horfa á scary myndir. Ég reyna að ná tengslum aftur við mitt innra barn að þegar maður minni þá er alltaf oh my god, jólin og páskar og eitthvað shit. Núna er Hrekkjavika meira svona fyrir fullorðna mig, ég fæði að klæða mig í búning og fara í part, þú veist, ég myndi fara í partí, þyrfti ekki verið með börnunum mínum, en ég gæti fara í partí. Þú gætir það, kannski, en samt ekki. Og ég fór með gutturum mínum að ganga í hús í fyrra, senar í Breiðholtinu bara mjög stór, geðveikt gaman. Já. Og ég var ekkert eitthvað mikið dressaður upp, en ég hræddi svona 200 krakka held ég. Það var dauðbrá þegar ég svona labba út úr skuggunum fyrir aftur þau. Afsakið, sorry. Og svo 20 krakkar hlaupaði öskrandi. Já. Æi. Það hræðilegasta náttúrulega við fyrir krakka er bara fullorðið fólk, svo það meikar sens. En við erum að fara að horfa á League of Legends aftur, að 13. mínúta núna tifa af stað og... Það var ein mamman sem sagði, passaðu það á kallinum. Ég er ekki kall. Ég er bara ungu maður. Já, maður er svona að byrja að finna fyrir svona hægt og rólega gegnum Ég er bara 36 ára gamall unglingur, gefum það. Já. Núna er risa últ hérna. Við erum að hopa beinustu leiðin í leikinn. Þetta er að vera Bönustófs tekinar niður. Einmitt þetta Galio og Nocturne últ. Og svo Serað í læknum að henda einhverjum boltum. Þetta er svo einfalt. Og bara það sem við töluðum um, þetta er það sem að VAM þurfa að gera, þetta er það sem þeir eru að gera og þetta er ekki kannski stór gullmunur á það, þetta er mikið af 1000 köllum á 14 mínúndum. Alveg mjög sko, ég hugsa að þeir þurfa núna að viski að byrja að reyna að hægja á leiknum. Þeir geta ekki verið að deyja svona. Þurfa bara að reyna að taka skóðsynina niður og halda svo lífi, allavega svona 20 mínútur. Já, ég meina Umbrella er komið með Krakkenslegir, Mjákýran þau vinna í köllinu sínu, verður seinni til. Það þarf svona eitthvað til að hægja á sig, þannig fyrst er turnin farinn, turnin á miðjunum munur að degja líka. Kamenik finnur hérna sósu, hendir út smá roti á Kamenik, ég er svona kannski bara að detta niður hérna, tegur svo mikið skada, hann er Kamenik með flassúltið til að klára sósu. 360 bara þannig. Og já, ég set mikla pressa á Kamenik hérna á þessu Lee Sin að Lee Sin þarf að gera eitthvað áður en að Champion verður useless. Hann verður svolítið að halda liðin sinn inn í þessu. Já, komið mér með þetta Eclipse og sverð. Þú náttúrulega tala um sverðin hérna á Lee Sininum, það er sem að fær. Þarf aðeins að byrja að... Sarastóri hérna hoppar inn, ætlar að nota últið hérna á Necro Faces, þannig kemur risa Nocturne World, hefði kannski átt að fara á Necro Faces. Já, ætlar að taka, 2 fugla með einu steini en fær enga fugla. Leiðilegt fyrir Gún. Já, en við sjáum aftur hvað kompi hjá VAM er skemmtileg, hvað býður upp á mikið af tólum hérna til Engagea til að finna picks og þeir eru ekki hættir, þannig kemur Sosa. Ætlar að hoppa hérna á Mjáki, er með flash og barrier svo hann getur komið sér léttilega í burtu. Núna þarf að nota barrierinn. Necro Faces er næstu tekið niður. Gemst í burtu, engin últ eftir. Handla honum Sósu hérna. Það er ennþá þessi blessuðu fuglar sem á reyna að drepa með einum stein. Já, þeir fljúa enn og ég ætla bara að skella sér í smá bakk. En þeir fá 4 summoners, þeir ná turnin á bot lane, þeir eru hótið að taka skellrúnu og opna miðjuna og til að aftur Gal opna leikinn hérna eins og við erum búin að sjá í hinu leikunum. Þannig að ég veit ekki, vilja viski reyna að mæta, reyna að stoppa þetta, reyna að taka skellrúnu sjálfur? Það er hugsunin, þeir eru kannski ekki enda með tólin, nei. Ég hugsa að leikmennir sem þeir hafa núna, sem eru sterkir, það er Kamenik núna. Hann er alveg gríðarlega sterkur. En restina í kringum hann
þeir þurfa aðeins meiri sverð eða grímur eða hvað þeir ætla að kaupa. Svo þetta bara gúnin að fara að taka niður skellrúnu léttilega. Já, það er freebie. Núna það bara bakka með víglínuna, setja í vorta og þetta er líka svo erfitt að reyna að vorta mót þessu því að þetta er svo mörg angurs að spotta. Þú ert að vera mjög strategískur með hvar þú setur niður vortin til að geta spottað noktunin áður en fljúandi á þig. Þannig að spennandi. Beinandós sína aðeins að berjast hérna við Red Set Heitir. Já, það er mjög erfitt fyrir Beinandós að vinna eitthvað skipting og höggu hérna í top bakgrein þegar hann Galio fer bara beint í Hollow Radiance. Þetta getur verið dreginn fyrir frýtt fyrir Whisky og hann að múva en svolítið seint. Þrátt fyrir að VAM svolítið með leikinn í höndunum eins og þá eru þeir ekki að ná neinum dregum. Núna samt eru þeir að þurfa kannski að hörfa hérna, það er einhver að fara að tekja niður hérna Gamen, ekki tekja niður á Sósu, þeir eru eitthvað að elda hérna Sigga VAF 2, þurfa að flassa hérna Necrophages, lítur þetta niður hérna á móti, Mjáki hérna hörfum, Gún að elda, þetta er bara einn Kogma, hvað getur hann gert hérna á neitt til að hjálpa sér, þetta hlýtur að vera killandi Gún. Og sjáum góða nýtingur hann að koma að passinu og dugir ekki alveg til. En ég elska þetta play á VM. Þeir eru ansvarseinir dregan, þeir spotta það. Nocturne ultar, mögulega þegar hann komist í pittin, ég held ekki að það vera með ward. En svo bara góða þess að. Þeir ná assurinni og það er bara inn, við vitum að þeir eru sterkari, við vitum að þeir getur refsað þeim og Kameni gufað upp. Þeir ætla að taka niður hérna seinni turnin frekar hérna í miðjunni, núna er hann komin hérna fyrir aftan Sigga. Vattur kannski að vera hérna stönnaður allan tíman, næri ekki á 12 og þetta tempo hjá VAM æðislegt. Þetta er gullfallegt. Akkurat það sem þeir eru að gera og líka bara við spilum hérna hjá Red Set, gaf hann engan séns á að komast í púlið sitt ef hann var eins og með það uppi. Vúff, þetta er bara að vera pínu flókið. Mjög erfiður leikur hérna. Sæll og blessaður Lísinn. Já, ertu ekki bara að fá að reyfa þig sínst mér, ertu að fara að flýja hérna frá Gún. Ég hann ekki að reyna að berjast við hann, ekki opið inn, gott. Léttlækast í burtu. Mamma, tell me no. Já, en ég hafði smá áhyggjur af Lísinn, ég hef aðeins meira áhyggjur af Lísinn núna. Ég er bara glorified núna sparka fólki út frá vini sínum, botti. Það gæti verið. Það er verið að þá ekki að gefa þetta upp hérna frítt. Menn eru að kanta samt og það er fullt ultim í boði og það er smætt. Til að tryggja þetta Red Set er komin inn, hann kemur Serúðultir, hann kemur Nocturne-ultir þegar þeir ætla að fljúa inn eða hvað, íkvæmlega sem sagt ofan á 3 hérna, inn kemur fljúandi Galio og það er verið að pikku sjöttans eða hvað Red Set er, loksins tekið niður og það er sjöttanið fyrir Siggan. En sýnist að allir honum mjög lágur hérna, Siggi VAF 2 samt stönnar allan tíman, hann færi ekki að íta á 12 VAF. Necrophages dettur niður líka og Beinandós eini eftir hérna, nánast útrýming. Þetta er orðið mjög vont. já, þessi fight, ég veit ekki hvort hann getur verið mikið betri fyrir Whisky þarna og þetta var ekkert opbóðslega tæft. Jújú, þeir náðu að drepa 2 hættulega þarna en í staðin eru menn standandi eftir Red Umbrella sem er alveg ógeðslega fett núna. Já, Red Umbrella hefur verið alveg mjög hættuleg skytta í ennum tíðina og hann núna að fara að fá að sína sig svolítið hérna á Ashinni. Og maður hefur séð þrós hérna á atgeri, Já, þar sem að menn missa marmor og magic resist en þá þurfa Whisky líka að mæta og reyna að refsa og þetta er atger komin í 50% hákvíð bara leið. þeir hafa ekki hugmynd að fara að tekið hérna niður, þeir eru allir hérna, þeir eru 3 hérna nálægt en bara, þetta var tekið undir nefina þeim og núna er gullmunurinn orðinn svolítið mikill og þetta orðið mjög erfitt fyrir Whisky. VAM svolítið bara að taka leikinn í hendunar. Já, Whisky getur huggað sér við að þeir eru með fullt af dregum hérna og þeir geta svo sem hóta sál en strempið maður. Við erum hérna, Það er bara að hægja á leiknum, tefja, reyna að komast að punkt að þeir geta unnitífa, tekið dregan, fengið sáluna og bara, já, ná þessu leiku upp í 35 mínútur. það er erfiðara gert en sagt. Þar sem þeir eru konum með svo mikið lítina. Riftmaker hérna, handa Galio. Það er skemmtilegt að sjá þetta item. Nota svona
alltaf því ég sé Darkseal stakka þá vil ég að mig klæjar að sjá Medjasi. Þú veist, það meikar ekki sens. En það væri næs. Gæti verið við fengjum að sjá glitta í það í lokið og leiknum ef VM gengur það vel. Þetta er roughy. Hvað á Whisky að gera í þessari stöðu? Því þeir eru klárlega að tapa leiknum í þessari. Þeim ætla að reyna að taka Redside Hater niður sínist mér, það sem að er að fara að koma fjarflutningur, en hann últar í burtu. Jæja, en þetta er svona Galio-öld í stað, TP frá Rumble. Þeir eru núna bara að chilla og gæti að verið. Það er Drekinn. Siggi er núna hendur upp í loftið, en þetta er að fara að vera núna einhver stönnar en þetta er Mjauki bundinn af Sarsador. Er samt að ná að lifa af höggi frá Sósu, sjöttan komið á Red Umbrella, Sarsador dottir niður líka. Bara Redside heitir hérna núna eftir Maniac og Börjundas elda niður hérna, Sósu Goon að nálgast. En þetta var tveifir einnig hérna að handa Whisky. Já, vantaði Goon, fara líka þarna þröngt inn í hostile takeover frá Necrophagist. Þetta gæti verið að þetta er að fara að vera sálinn að handa Whisky ef þeir spilda rétt. En það þarf að passa Mjauki, Nocturne má ekki komast á hann. Nei. Er hérna aðeins að híla á dreganum, Goon núna er að fara að últa, er samt með allt liðið sitt til að venda sig, er hérna aðeins að halda áfram með dregan, hlýtur að koma út hérna, neða, kemur ekki af og þetta er bara núna smite fight hérna, þannig er nú kemur Galio, þetta er að fara að taka niður Börjundas, rétt svo ekki, hann lifir af, dreginn er svo hættulega lágur, Kamenic tekur niður Redside Hater og það er sprengt Goon og þetta er einmitt sem Whisky þurfti og þeir ná dreganum og sálina. Og það kemur TP inn. En hvað er að fara að vera gert? Kamenic Necrophagist ná kannski að komast inn í burt. Sarsador er að leita, kemur er það nóg? Nei. Sýnist að þeir komust upp með þetta. Mér sýntist þarna að Galio var að chargea inn þegar Renata nær að nokka hann aftur og bak stoppa chargeið. Ég held að það skipt líkil máli þarna í þessum risa fight fyrir Whisky. Ég spurði hvað þau eru að gera. Þetta er bara mjög góð byrjun. Vinna eitt fight og ná einhvern veginn þá sál þar sem var búin að vera að gefa alltaf þess að dreka. Já, það er huge swing fyrir það. Þægileg sál líka auka bara skaði hérna handaðum, Infernal sálin. Ekkert á móti því, ná að sprengja kannski upp eitthvað að þeim aðeins fljótlegra. Ekki var Red Umbrella bara dó strax í þessum bardaga. þar sem hann er aðal skaðin hjá þeim svolítið svona, þá er svona konsistent, þá var þetta erfitt. Já, finnst að sjá að Red Umbrella er 2 levelum frá honum Mjauki. Hann var reyndar líka fyrr á miðjuna, ef ég maður rétt. Já. Það er svolítið búið að þurfa að passa upp á hann og Kog'Maw skiljanlega á móti þessu kompi. Já, en það byrjar svona að vera aðeins hættulegri. Komið 2 item, bara 1 enn. Þá byrjar þessi Kog'Maw að gera stótt. Já, þetta er kokrustu Kog'Maw á miðjunni. Hvað meina ég? Hitti kúi. Til ykkur ægi. Já. Hann er eins og munkur hérna. Það er ekkert objektiv. Það er ekkert objektiv, en við ætlum bara að spila Aram núna á miðjunni, því við erum með svo öflugt teamkomp. Og ætlum ekki að láta pikka okkur upp, bara nógu þessu global kjaftaði. Þeir eru bara svona að passa sig að vera ekki náðir. VAM eru með helviti gott teamkomp til að ná þeim. Og er það hættulegt? Það er bara hann komin. Mér sýndist að Whisky væri ekki með vision á honum út af þessum ping. Þannig að neyðast til að fara inn. Þú veist, þeir hafa ekkert vision control í efra riverinu. Já. Það er ekki TP búið fyrir Bönadós. Bara svona nefna. Já, allavega ekki á næstunni. Já, jú, það er svona kannski eftir, það er svona 20 sekundur kannski í það. Svo ef VAM ætlar ekki að gera neitt strax, þá fær Bönadós. Ég var þá væstur. Já. Það er ekkert í bóði handa Sarsador. En hann er hérna í kringum baróninn. Það er bara góða. Það sýnist þetta bara hendi í það. Sjáðu þetta ekki? Núna fyrir Whisky að fara að kíkja hérna einhver að taka þetta á kjaftinn að tjekka á þessu, en þetta gæti orðið svolítið seint. Kúi kemur hérna gegn. Það er kannski nóg. Hann er samt stönnar en að Kamenic hoppar inn. Er það bara að ná smætinu? Hann tekur baróninn af VAM og þarna deyr hann í kjölfarið. En við erum að sjá hérna samt restina af liðinu einhvern veginn detta niður. Siggin var hérna til að styðja sinn mann. En risa barón stíl hérna hjá Maniac.
alveg sturlað fyrir viski, eru hæst ánægð með þetta og geta kannski fara að taka niður sem fyrsta turn. Van virkilega þarf að byrja að passa sig. Þetta er hvernig leikurinn byrjar svolítið að snúast í hag viski þegar mínútuna byrja að tifa. Já, og þetta er svo erfitt. Rank 3 í Galaxy fyrir Rumble, Vladimir að detta hérna virkilega online. Já, þessi teamfighter, það þarf að spila það á ótrúlegri yfirvinni núna. Það eru svo 2 mínútur í öldunginn, ekki oft sem að færa að sjá hann, en við erum búin að fá að sjá hann svona nýlega. Þetta gæti verið svona stór bardagi öldunginn. Við sjáum að Crucible er mætt. Ekkert QSS, QSS náttúrulega gefur ekki skaða sko, ekki nú verið simmindarinn, þannig að við viljum ekki delaya skaðanum. Ég er náttúrulega við Vitsen til aðeins að hjálpa sér að vera lifandi, sérstaklega ef hann Sarsador og Sosa er eitthvað að reyna að gera eitthvað skaða við hann. Og við sáum okkur í síðasta fætinum, hann bara rétt lið af, alltaf niður hjá dreganum. Já, ég er að taka miklu minni skaða frá þessum kúum frá Sosu. En hann kemur Equalizerinn nær öllum hérna, Baunadós gerir svo mikið skaðinn á Gún og Reddabrella. Reddabrella er lifandi en ætlar að taka niður hann og það er Vladamirinn sem hoppar á Gún og nær shutdown. Turnin lítur að detta niður hérna, Mjauki og Sigyn er að leita meira. Þurfum að passa sig. Sarsador og Reddabrella ennþá lifandi. Gætu fengið gott engage hérna með Redside Hater. Mjauki kannski hlandi? Nei. Hoppar ekki inn. En náðu turninum. Fyrsti turnin, handa viski. Þeir ákveða að gunna ekki þannig í baroninn. Þrátt fyrir sig fleiri, þeir bara vita að þeir spanduruðu svolítið miklu í þessum fight. Og að í baroninn hverju sig hann dó á hann. Já. Það er svona þessar löngu pásur, það er svolítið hræri í manni. Ég fann að sjá barona. Já. Við erum allavega að sjá öldunginn mæta allir sviðis eftir hálfa mínútu núna. Þannig að sjáum við baroninn recall í base. Þetta er samt Catmaniac er samt að bakka frekar seint. Er ekki að fara að vera þarna alveg nóg fljótlega. Já, það falla ekki það báðaliðum að vera ekkert með mjög mikið visjón hérna í riverinu en það eru WAM sem eru miklu fyrir að stað. Þetta gæti verið gott fyrir viski að þeir ná svona þröngum fight aftur sem er að fara að njóta sín. Kannski, en Koggi þarf að drífa sig. Það er nefnilega það að ef þeir geta tekið þennan öldung sem er bara sínist mér að fara að gerast hérna, hann að hoppar Catmaniacinn, sjáu þeir að þeir er komin niður í 7000, er inn í svolítið flöskuháls hérna, þurfa að passa sig virkilega. Sigyn næstu döður. Sigyn er næstu döður. Ef Vladimir þarf hann á kúi, en það er reset. Þeir vildi bara hætta þessu og þetta er núna Sarsador mættur hinn með vegginn, ulti kemur hérna frá honum, Redside Hater og honum Sosu, hann er Siggy Vattu næstu tekið niður, er að ná að híla, það er að fara að vera Sarsador, að fara að vera drepinn af Reddabrella gegnum ultið og þannig kemur Catmaniac og tekur hann, allir dánir og þetta er að fara að vera öldungurinn líklega handa viski. Núna þarftu virkilega að reyna Sosa eða hvað Catmaniac tryggir það, það er ekkert smætt í pittunum en það verður lagað til smástund. Þannig kemur það í gegn, en þetta var svo fallegt frá Necrophages að ná ultinu á Reddabrella og hann dritaði niður Sarsador, en já, við sjáum hérna Sosu taka niður Baunadós, en skiptir ekki ómiklu máli hérna, þeir ætla að herja á turnana hérna. Menn svona aðeins ofmetnast, en já, með grunar að viski sé í góðu skap akkur núna, þeir eru komnir yfir gull eftir að hafa verið 7000 kall undir. Þetta var erfið endurkoma hérna, en liðið var bara svona byggt fyrir þetta. Catmaniac átti æðislegan leik að koma liðinu sínu aftur inn. Ég hefði aldrei átt að það verðast Lísin. Lísin er frábært pikkina. Eða hvað? Hittir Catmaniac, er að fara að ná kannski niður einhverjum hérna. Þeir eru það með Elder, þeir eru að berjast við lið með Elder. Siggy Vattu er ekki að fara að ná að lifna við hérna, en þeir eru allir að falla. Mjauki að gera svo mikil skaða hérna með Necrophages. Og er þetta líklegast að fara að vera leikur hérna bara Gali og eftir? Er hann að fara að vera með nógu mikið veiflir? Þetta er svo draumastað fyrir maður getur bara að poppa tvöflaf, það er enginn að fókusa mig, ég fær bara hægri. Gaman og til. Og sýnist hérna að Redside Hater þarf að taka niður minion. Það er einn eftir, hann þarf bara að hendi eitt Q á hann. Hittir ekki minionin, hann er ennþá að lifi. En
Kamani ekki tekið niður hérna, þeir eru aðeins að overstaya hérna. 10 sekúndur í alla, þeir ná ekki að enda leikinn. Hörfið núna meðan þið getið og ekki gefa gull. Þetta close maður. Og við skulum að vissum að sé ekki Wardson að svona Nocturne ultið ekki. Hann að leita eftir einhverju hérna. Hann svo sannarlega að reyna að finna þá. Mjauki og Bönadós ennþá að hörfast í burtu. Þannig að sjáum við baróninn. Ég held að þú ert ekki að... Þarna hann. Já, hann Það var bara svolítið seitt. 30 önnur mínúta hérna. En Whisky hljóta að sitja á fullt af gulli hérna. Þurfa bara að drífa sem núna heim, kaupa, híla og mæta svo. Því að OM búin að sína það, OM tilbúin til að byrja á baróninum og þeir gera það bara að hjóla í hann hérna. Já, erum við að fara að sjá. Kammenninga dáin eins og svo gæti þetta verið bara frýr barón hérna, leiðinlegt hérna, með þessi tempo sem við vorum með hérna eftir öldunga bardagan. Þá barón bara að fara í hendunar hjá VAM, frítt. Sjá hann að skaði í gegnum Redemption. Jesus maður! Necrophages hérna gera alveg mikinn skaða. En núna gullmunurinn bara hnífjafn. Og sérstaklega eftir þetta barón töku hérna. Já, það Bönadósson að fara að koma sér upp í þetta Sonjas. Þetta alveg hrikalega mikið item að raðast inn á ansi hart skalandi sjampa. Já. Og Redset heitir þarf að pínu varlega verið þrýna. Heitan af því aðeins að passa sig, sjáum að Kameni kemst hann fyrir aftan hann. Þetta turn hérna, en það hlýtur að vera últið bara, gæti verið hann hlýtur að vera sprengtur þetta niður, að fara últið í burtu samt, aftur notar últið til að bara hörfa. En málið með það, ef hún notar últið til að fara í burtu, þá ertu ekki með það fyrir næsta barda. Heroes exit. Hún fundin af Kameniak. Þeir hérna sýnist mér að reyna að herja á þennan turtjanda. En hvort þeir vilji gera það? Jú, þeir léttir að komast upp með það. Já, þetta snúið. Eins og segir, ekki með galjóðstíð, þá þessi engage miklu aumingilegri. Og það ekki hægt að finna picks kannski þegar þeir allir 5 alltaf saman. Nei. Þeir svolítið að færa sig saman. Það mér sem þeir þurfa að gera hérna. Hugsa að það ekki hægt að vera einn á móti þessu liði hérna. Eru að fara að sjá 2 öldunga? Það bara, hefur aldrei gerst held ég í Kia-deildinni eins og en það gæti verið þar sem það bara 2 mínútur í hann. Þvílík veisla sem þessi seríu búin að vera. Fáum 1 leik fyrir Vams og 1 leik fyrir Whisky og hérna hann hnífja, Bönadós að lappa inn í allt, hann ekki með vortið, þarf að flasta í burtu, Siggi ekki vera náður að þessu. Últið kemur hérna frá Gún, en hann ekki með restina af liðinu frá Whisky, Kameniak hoppar hérna. Þeir hoppa allir út, hann hoppar svo inn. Hvað þetta að gera? Hoppar beinustu leið inn. Það fara að vera nóg? Necrophages nær risa últina, berserkið á Gún. Rétt svo nær að flasta í burtu. Hann kemur galjóðultið aftur, komið að lítið cooldown og þetta hlýtur á Kameniak sem dettur niður. Sansador hérna tilbúin kannski að ná einhverjum. En nei. Og þetta bara Kameniak og Redset Hitler sem detta niður. Bönadós rétt sleppu með skrekkinn þarna frá Assurinni. Já, aftur, það bara reset, back to base og tími fyrir drega. Öldungurinn að fara að mæta eftir mínútu og Kameniak einmitt fær að lifna við aðeins fyrr og getur verið mættur á dregan. En liðin þurfa svolítið að setja núna upp smá svona, hvað segir maður hérna, orðabókin góða, sjónar yfiráð í kringum dregan. Já, það hafa verið Whisky sem hafa verið afturfættir með það. Yfirleitt alltaf seinni til í þessu objectives eru seinir aftur núna, skiljuðum ástæðum. Þannig að þeir þurfa, við erum að sjá aftur endurtekningu mögulega frá því áðan að WM pulli dregan kannski. Já, það er 15 sekúndur í hann. Hérna blue ward á þessu. Þeir hérna bara að bíða í þessum runna, hvort að þeir eru fundir hérna af Red Umbrella fyrir gegn. Og allt í búði. Þetta verður bardaginn til að enda alla bardaga ef hlutir fara rétt. Það allt í boði nánast fyrir öll liðin nema Bönadós og Siggi ekki með flass. Sæturs að leita. Núna Whisky hérna komnir hérna drega megin. Þurfa að reyna að ná einhverjum svona vision hérna inn í runnan. Þeir ætla bara að byrja á honum.
Já, þeir vilja svolítið fá Vam inn í sig og ætla bara að pína þá, núna þurfu þau að koma. Já, ég er svolítið pókin að koma pot frá honum sósviðna sem þeir vilja bara hætti. En núna þurfa það kannski að vera að snúa. Kamehameha er tekið niður hættulega lágt hérna. Sandstorm líka komin inn fyrir aftan. Hvort þeir vita af því? Necrophages orðin mjög lág. Hanna kemur þeir vita sjá hann. Sandstorm er sprengtur. Hanna kemur risa úlf frá Necrophages. Er að fara að nóg til að stoppa þetta. Redda Brella hérna að gera svo mikið skaða. Mjauki lifir þetta af. Og þetta lítur að vera Vam sem er að tapa þessum bardaga. Whisky heldur áfram. Kamehameha að reyna að drepa Sósu og nærði. Og þetta er að fara að vera seinni öldungurinn og Redside heitir sprengtur af baunadós. Þetta er bara leikur. Þetta er ekki leikur. Æðisleg sería, Whisky búinn að sýna sig að þeir voru á toppnum út af ástæðu þrátt fyrir vondan við fyrsta leik. Þeir hljóta herja hérna niður 20 sekundur í Sarsador og ég held að hann er ekki að fara að vera nótlega að stoppa þetta. Siggi aftur það bara að tenka þessa turna og 10 sekundur í Sarsador. Er þetta búið? Sýnist þetta að vera búið. Whisky er að fara að vera sigurvegarar að þessari quarterfinals. Þetta var meiri hátta sería. Þetta var sturlað þvílíkur leikur líka til að enda á. Svona akkurat back and forth og komið yfir á þennan punkt þar sem að einn teamfight og leikurinn var búinn og bæði liðin gætu unnið. Hvað kom fyrir Sarsador? Hann gufaði upp. Það var eins og hann hefði átt að últi á sjálfan sig þarna. Hann ætlaði að reyna að ná einhverjum kannski, en hann bara sprengdist. Og eins og þetta últ frá Necrophages bara fór yfir all liðið og það var ekki mikið sem þeir geta gert. Þetta var gullfallegt, Renata Glask, alveg sturlað pikk hérna. Já. Ef þið ætla að góða okkur þá erum við með svarið og það var bara sýnt hérna Necrophages, alveg stór leik. Það er svo pælingin. Núna þurfum við að gera erfiða val að velja MVP seríunar. Það sem við förum yfir alla þessa leiki og við þurfum svolítið að pæla lykil fólk í seríunni. Og það er oftast vinningsliðið sem fær það. Við hugsum að eins og í þessum leik, mér fannst Kamehameha var bara krúsjál í að vinna þennan leik. Ég reif kjaft við hann. Hann var brilljant. Hann var brilljant. Það má alveg það. Já, allavega ef þetta væri fyrir bara þennan leik, þá væri það klárlega Kamehameha. Hvað var hann að spila í leik 2? Var það ekki, hvað var það aftur? Var ekki settin? Það var settin, jú. Sem var líka bara með fínasta leik á. Það er svona pæling. Ég byrjaði að pæla hvort að Kamehameha færi hérna fyrir þessa viðreik MVP-in. Hvað er svona þitt val hérna? Necrophages var líka alveg Já, ég hallast dálítið þangað. Já, ég svona Kamehameha hélt allavega að leiknum svolítið uppi í þessum þriðja leik. Já. En svona standátt allavega í þessum 2 leikjum. Við pælum ekkert í fyrsta leiknum kannski. Sem, ég ætla að gefa þér sjátátt fyrir að tegja lopan hérna í löngu pásunum. Þú ert líka tilnefndur. Þetta var erfiður pásur, en ég hugsa, ég vil gefa Necrophages MVP af seríunni. Allavega Karma-leikurinn var mjög góður, var að færa bara mappið, koma þeim að stað, með náttúrulega tala svolítið saman við Kamehameha. Mjög aggressive plays, stilli hlutum upp, kom sínum mönnum að stað. Ég er alveg til í það. Necrophages sem MVP seríunar. En við kannski kíkjum aðeins yfir brackets eins og Við fáum þá að sjá hvað er að fara að vera svona næstu leikir á dagskrá. Allavega eftir smá. Þetta grafíkin er ready. En það er að fara að vera næsta miðvikudag allavega Dusty á móti Coolbeans sem var fyrsti leikur sem Kia-deildin sýndi. Það var þessi viðureign og var það bara mjög skemmtileg viðureign, sko. Það var svona ákveðlega áhugavert að sjá það. Hérna er bracket. Dusty á móti Coolbeans verður sem sagt næsta miðvikudag klukkan 7. Og svo fáum við að sjá það næsta miðvikudag. Fenrir á móti Whisky sem við höfum séð oft áður. Og það á eftir að vera skemmtileg sér. Ég ætla að spá fyrir það.
Já, við ætlum það er erfitt að toppa hennar Whisky Vam þar sem þetta var svolítið bara Það er leiðilegt að sjá Vam detta út hérna því að ég vil bara fá meira af þessu, fleiri leiki að milli sér að liða en það verður bara að vera næst. Já, þeir sýndu sig allavega mjög vel áður en voru dottnir út hérna en já, Dusty Cool Beans, þetta verður áhugavert að sjá. Cool Beans hérna vann ATD bara 2-0 og þetta var bara mjög þægilega leikir. Ágætlega svona even-ish en það verður svona möguleiki að sjá Jórik ef hann er ekki bannaður. Ég skal pikka hennan eina Jórik-spila Íslands og bendur á að horfa. Já, já. Hver er þín svona spá fyrir Dusty Cool Beans? Sko, eins og Dusty búinn að vera að vinna svona bara yfirgnæfandi. Já. Alveg allan að þessi leikir sem þeir eru ekkert oft á streymi. Við sáum 2 leiki. Það var einmitt Dusty á móti Cool Beans og hann var svona jafn svolítið þangað til að Dusty bara vann og ég að búast við svona ef maður að predikta að það að fara að vera Dusty allan að favored en ég væri til í að sjá Cool Beans alveg, þeir eru sterkt lið og þeir getu léttilega alveg unnið sko. Já, ég ætla ekki að vera á mikla kröfur, gefum við bara aðra svona seríu, takk. Já, nákvæmlega. En við ætlum að segja það gott í kvöld. Takk kærlega fyrir að horfa á þessa dundur seríu og sjáumst næsta miðvikudag. Dusty á móti Cool Beans. Býttu hann að skipta akrein?